Heyrðu, þú veist, byrjaði að semja text ábyggilega þegar ég var 14 ára eða eitthvað. Ég náttúrulega er alinn upp rosalega mikið, eiginlega bara út á landi, sko. Var í fóstri, eins og ég sagði hann, í 12 ár, sko. Ég bjó á Egilsstöðum, svo bjó ég á Akureyri og svona tímabilinu sem ég flutt á Akureyri, þá byrjaði ég að hlusta svolítið mikið á rapp og stúdrað og svona. En það var svolítið á þessu tíma, sko, það voru allir síðhærðir í Iron Maiden bólum á hjólabretti og ef þú hlustaði á rapp, þá var stela bara tekin á barinn, sko. Það varst ekki cool? Nei, eiginlega ekki, sko. Tímanir hafa breyst rosalega mikið. Þannig ég var með sítt ljóst hár á hjólabretti, sökkaði alltaf geðið mikið á hjólabretti. Ég var svolítið alltaf að reyna og ég var svolítið alltaf á trommum. Ég hefði trommur bara, þú veist, allt grunnskóla dæmið mitt, sko. Það var ég alltaf á trommur og ég var rosalega efnilegur trommari. Þannig að þú ert búin að vera einu tónlistarmaður svolítið lengi? Ég er kannski ekki tónlistarmaður, en ég er svona, já, þetta hefur alltaf einhvern veginn svona átt part af mér, sko. Þannig ég var alltaf að tromma í einhverju svona metalhljómsveitum með einhverju svittum metalgaurum, sko, á úlingsárunum, sko. En þannig að þegar ég flyt á Akureyri, sko, ég sé mitt 8 Mile hann í fyrsta skipti og ég er bara, þú veist, einhvern veginn svona heltekin af þessu, sko. Og ég man, þú veist, eitt af fyrstu rap-textunum mínum, það var nýbúin að horfa á 8 Mile, sko, í 8 Mile þá er hérna, það var svona gengi á eftirnum, tekur að bera hann í endan, skilur, svo vondugörunir. Og ég man að það var einhverju jafnaldra mínir sem ætlaði að berja mig á þessum tíma, sko. Ég var svolítið svona einn á móti þeim, sko. Og ég liði mér svo inn í myndina og svo kom ég heim eitthvað svona og byrjaði að skrifa rap-texta þetta allt sem ég hendi síðan bara leiða þegar ég sökkaði svo mikið. En þú sann gerði það? Já, ég gerði það, sko, en þú veist, það var byggilega fyrsta manneskja sem ég segi frá þessu, sko. Nú eru fleiri að fara að heyra þetta. Já, fucking maður. Já, og svo, þú veist, atrið þannig að þegar hann er á baði og rappa hann eitthvað svona í speglinu, sko. Ég byrjaði að taka mikið upp á því, sko, á æskuárunum, setja okkur lag og svona vera fyrir fram á speilin eitthvað að þykjast rappa, sko. Og oftar en ekki kom bróðið minn inn á mig, sko, að þú veist, labba inn í herbyggi með önjunum eitthvað, rappa fyrir frá speilin og drullar alveg svo leiðis yfir mig, sko. Er það eldri bróður? Já, árið eldri, sko. Ég drullar út, maður, þú segir ekki fucking sáli frá þessu. Hvað ertu cirka gamall þannig? 13-14 ára. Já, líka bara. Já, ég hlustaði alltaf rosalega mikið á, þú veist, rock, þú veist, maður setið Slipknot og Rammstein tímabilin og Korn og því. Slipknot, alveg með grímur? Ég er með, þú veist, hálfviti, fyrir 2 árum eða eitthvað, fekk ég mér hérna tattu á hálfur. Byttu, er þetta er S? Þetta er logoið þeirra. Þetta er logo, þú með Slipknot tattu á hálsunum? Já, ég vildi að ég geti sagt að ég fengi þetta þegar ég var 14 ára, sko, en ég var því miður bara, þú veist, 29 ára eða eitthvað, sko. En hvað sér eftir þessu? Nei, ég geri það ekki, en stundum eins og þegar ég kannski í matabúðum eða eitthvað hjá tengdafjölskyldunum minni, þá er ég ekkert voðalega stoltur. Eru þau ekki að skilja Slipknot tattúið? Nei, flestir sjá þetta bara sem tribal tattoo, sko. Sem þetta er. En mér finnst alveg faraði vel og mér finnst alveg flott að staða. Já, ég þú veist, eitt af bestu vinum mínum, við ætlum að fá okkur eitthvað svona vinatattoo fyrir 2 árum, sko. Og ég stakk upp á þessu. Ég var samt að tala sko, að fá okkur bara þannig að þetta myndi ekki sjást, sko. Ég held að hann hafi ekki einu sinni hlustað á Slipknot á þessu tíma. Hann var bara til í það, skilur við. Þú fekk hann sem líka Slipknot tattoo? Já, hann ákvað staðinn með þessu. Og svo fer hann á undan mér í stólinn, sko. Vinur minn er að gera sér tattoo, sko, og við segjum hann frá þessari hugmynd báðir alveg í maníu fyrir þessu, skilur við. Besta hugmynd í heimi og kærasta minn vissi ekki einu sinni að ég var að fá mér þetta tattoo. Og vinur minn eitthvað svona, já, nei, stráka, ég myndi fá mér þetta á einhverjum öðrum stað, sko. Og ég bara, nei, það er bara þessi staður eða ekkert, skilur við. Þannig að hann fer á undan mér í stólinn og fær sér hennar tattooið og ég bara, fuck maður, hvað er ég búin að koma mér út í þetta? Og svo, þú veist, fer hann og eitthvað að skoða þetta, sko. Og ég eiginlega neyðist til að setja hana og fá mér þetta líka, sko. Þannig við erum, þú veist, og svo, við erum mjög oft saman, sko. Þegar við erum út á vappinu og svona báðir með sama helvitis. Þannig að þetta er sami staður og sama tattoo? Já, maður, og báðir fullorðnir. Það er svona hardcore, en er þetta ekki svakalega vont að fá sér þennan stað? Jú, líka einhvern veginn, þú veist, að fá sér træbal á hana stað er ábyggilega verra heldur en að fá sér eitthvað svona realistik, skilur, að því að þú þarft alveg að fara ofan í fucking, þú veist, bara svo mikill blettur sem þarf á kofera, skilur. Að þetta fer hann á barkakýrið þetta, ekki? Jú. Var það ekki fucking vond? Jú, ég var líka að fasta á þessum tíma, sko. Ég var búin að bæta svo mikið á bumbuna. Ég var að taka eitthvað svona föstu tímabil. Og ég var sem sagt ekkert búin að borða síðan 6
deginum áður, svo klukkan 1 eða eitthvað, deginum eftir þegar ég fekk mér þetta tattoo, sko, þannig ég var alveg að fara yfir sko. Og er þetta alveg ekstra þá? Ég held að já, og svo fer ég til annan vina mín sem er að gera svona realistik, sko, og ég eitthvað, ok, og hann segir við mig, já, myndu bara borða áður, sko. Ég hef lært það, sko. Já, og það er eitthvað blóðsikrinu með eitthvað kjaftaði. Og þú bara fastaðir. Ég er bara fastaði, ég er bara grjótarur, skilur. En nú ertu svolítið vel blekaður. Já. Hvaða staðir var vestur? Það hlýtur á hálsinn. Já, hálsinn á bíla. En hvað kemur eftir hálsinnum? Ég veit það, ekki neitt, sko. En, þú veist, þetta tekur náttúrulega rosalega tíma eins og með svona realistik. Fyrst þegar hann byrja, þá er þetta ekkit vont, skilur, og ég man þegar maður var lítill og tattoo var ekkit í tísku eins og það er í dag, þá hélt maður bara að þetta væri bara, þú veist, væri bara eins og að vera að kötta mann í hendina, sko. Já. Það var alltaf að tala það þannig að þetta væri svo fucking vont. Síðan er þetta eiginlega ekkit, þú veist, jú, er kannski byrjar aðeins að taka í þegar maður er búin að sitja hann í kannski 3 klukkutíma eða eitthvað. Já. Annars er þetta bara þokkalegt. Já. Ég er ekki með neitt tattoo sjálfur. Nei. En mér er svona langar svona smá að fá mér eitthvað tattoo. Tjörnaðu hópinu. Að fá mér á hálsinn. Ég myndi aldrei leggja. Þú þarf líka ákveðin típa, finnst mér, til þess að púlla svona hálstattoo. Já, þú þarft eiginlega að vera tónlistarmaður. Eitthvað svona rappari, rockstjarna. Já, eða tattooari, skilur. Já. Eða gangsta. Gangsta. Ég horfði svolítið mikið á þætti sem það Ingmaster. Hefur þú séð það á það? Nei. Það er svona tattoo-keppni. Já. Og það eru einmitt margir sem koma að keppa. Þetta er svona tattoo-artistar að keppa sína milli. Gera alls konar tattoo. Og það voru sumir alveg bara með allan hálsinn, coverðan. En þetta er úgeðslega flott á sumum típum. Já, mér finnst það líka. Þetta er ekki svolítið saman því? Jú, mér langar alveg að covera allan hálsinn, sko. Já. Ég held bara, já, svo náttúrulega, já, ég fylgir því söguna að ég kem síðan heim eftir þetta session inn á hálsinnum og síni kærustunni minni. Já. Tíu þessi skammir fekk ég maður. Og voru viðbrigðin hennar bara brjálaðast hún? Já, þú veist, hún vill vera þessi Norðlingaholts típa, skilur við, bara, þú veist, bara vinnandi. Svona venjuleg kona. Já, kem ég einhvern veginn og rústis alltaf öllu, sko. Er hún flúruð? Já, hún er með eitt tattoo, hérna minningatatú hérna, já, svona nákomin aðeila sem lést. Já, þannig hún er ekkert með eitthvað backpiece eða... Nei, ekki neitt, þannig, sko. Á hún erfitt með að skilja þessa þörf fyrir það? Nei, hún var einu svona bad boy típa sjálf, sko. Það var eitthvað að reyna það, sko. Eitthvað að reyna það? Já. En þú varst ekki út plötu í fyrra, eða ekki? Jú. Eyðibýli? Já, fyrir ári síðan. Já. Hvernig gekk það ferli? Það gekk nú bara, þú veist, frekar vel, sko. Ég er bara svona þokkalega sáttur með plötuna, sko. Svona í heild. Og auðvitað, þú veist, hefur lítið bakað ef ég kannski vilja breyta einhverju smá, sko, en ég var svo rosalega, ég var náttúrulega hvað, 30 eða 29 og ég var svo mikið að drífa mig að gefa þetta út, mér var svo sorglegt að hafa verið rappari í öll þessu ár og aldrei gefið út plötu, sko, nefnir þess að 2 þannig með 3. hæðinni. Já. Þannig hérna, já, ég er svona, já, þokkalega sáttur með hana og ég lét prenta út, sko, CDs, lét gera einhver 200 eintök og ég seldi þau eiginlega öll, sko. Já, vel gert. Já, þannig ég kom meiri sér út í smá plús af þessari plötur, sko. En þú tapar ekki á þessu? Nei, og mér finnst það alveg, þú veist, svolítið gott með við það að það er bara viss markaður fyrir svona rappi sem ég er að gera, skilur. Og hvernig myndir að lýsa þínu rappi? Bara svona old school, hardcore hip-hop eitthvað, þú veist, bara svona það sem textinn kannski skiptir meira máli heldur en í þessu nýja, sko. Ég hlustaði þess á plötuna. Já. Á hann ég hitti þig. Mér finnst það mjög vandað stöffjaður. Já, takk fyrir það, maður. Ég verður að segja það, bara flotti textar, flott lög. Já. Þetta er alveg grípandi. Mér finnst líka bara tónlistin í dag á Íslandi, í rapsenninni. Þetta er bara helviti vandað. Já. Hjá mörgum. Já, þetta er náttúrulega aðal tónlistin í dag. Ég myndir að segja það? Já, hjá unga fólkinu, sko. Ég hef allan á vinnustafnum sem ég er að vinna hana með þessum úlingum. Ég þarf að hlusta á þetta nýja rapp á hverjum einasta fucking degi, sko. Þannig þetta er alveg aðal tónlistin í dag, sko. Þannig auðvitað er hún bandari heldur en hún var fyrir kannski 10-15 árum síðan. Þótt að mér fannst hérna rappið fyrir 10-15 árum síðan miljónsinnum betra. En þér fannst það betra? Bara, já, bara... Sérst að rappið sjálft? Já, ertu ekki sammála því, eða? Ég er ekki mikið rappari. Nei. Ég er ekki mikið fyrir rapp. Nei, þetta skirt, rapp, skilu, finnst þið það
bara, já, finnst þið það bara betra heldur en þetta old school lyrical, miracle. Það sem ég kannski aðalega að tala um er svona production value-ið. Já, ég er nefnilega sammála því. Þú veist, mixið og svona, þú veist, þetta fara að sounda ógeðslega vel. Já. Finnst mér. En þá komum við líka að því að mér finnst hlutirinn mega ekki sounda allt og fullkomnir. Ég vil fá að fokkin heyra, þú veist. Svolítið hrátt. Já, og svolítið bara að heyra, þú veist, hvernig innöndunin er, þú veist, hvernig tækni rapparinn notar, skilur. Já, ég fatt það. Og þú veist, já. Að þetta getur verið svona overproduced. Já, algjörlega, sko. Ég meina, þú veist, fokkin eiginlega einn uppáhaldsrappari minn, Big Pun, sem dó hérna, 2001 eða eitthvað. Dór offitu og 300 kíló þegar hann dó, sko. Það er helviti, það er svolítið þungt, sko. Já. En hann, sem sagt, já, hann náttúrulega offitu sjúklingur og þegar hann andar inn, þá heyrist alveg svona, hann átti ekki rosalega auðvelt með andadráttinn, en meðan við að vera fokkið 300 kíló, tjövill gæti hann fokkið rappað maður. Sumir eru bara ógeðslega góður í þessu. Já, algjörlega. En fannst þér þá töff að heyra, ertu þannig það, svona space sound? Já, mér fannst það svolítið töff. Já. Og mér finnst líka bara töff þegar fólk lætur ekki til dæmis útlitið stöðva sig. Ok, sammála. Herra Hnetusmjör, þú veist, hann er bara vangið við góðu rappari og þú veist, alveg sama þóttu segjum rappar alltaf um sömu hlutina, hann gerir það samt svo ógeðslega fokkið vel en hann er engin súkkulaðistrákur, sko. Nei. Samt er hann bara, þú veist, ég held að hann sé bara vinsalsti rapparinn í dag, sko. Það er líka, ég er sammálaður, ég til dæmis horfa alltaf frekar á innihald heldur en útlit, það er alveg sama hvað það er. Já, en samt er þetta einhvern veginn, sko, samt gera það ekkert allir, sko. Nei, þetta er svo ríkt í okkur. Já. Allir verða að vera svo fallegir og flottir og sérstaklega þeir eru í mynd eða þeir eru tónlistamenn eða eitthvað. Þetta er svo Ed Sheeran. Já. Frábær tónlistamæður. Bara geða ykkur, sko. En hann er ekkert, þú veist. Hann er ekki Brad Pitt. Nei. Skilurðu? Algjörlega. Ég er ekkert að segja þessi ógeðslega ljótur, en hann er ekki með þetta. Hann er bara venjulegur. Venjulegur gaur. Já. Og þannig fólk, eins og með hann er bara flott söngvari. Og okkur á maður þá ekki að segja eins og með hann, bara flott hjá þér. Ég ætla ekki að vera að segja, nei, þú ert ekki nógu sætur. Nei, algjörlega. Það skiptir einhver máli. Já. Og hvað þú ert að rappa og búta um einhver texta, hverju skiptir einhver lítur út? Ég segi það. En eins og sem er svona texta, finnst það skemmtilegast? Nei. Ekki? Við veitum allt saman fyrst mér leiðilegast að semja tónlistina. Finnst það skemmtilegast að svona performa? Já, mér finnst það skemmtilegt en mér er síðan bara geggjað að sitja og hlusta á tónlistina mína. Og ég er, þú veist, ég myndi segja að ég væri rosalega hóvarð náungi varðandi allt sem ég geri kannski vel. Já. Þótt að ef þú myndir spyrja mig hver er besti rapparinn, þá myndi ég alltaf segja ég, skilu. En þá verður maður ekki að vera pínu þannig samt. Mér finnst það bara raunverulega, skilu. Já, þú meina það. En hérna, ég er samt ekki að lappa um alla götur og segja bara að ég er bestur, skilu. En hvað vorum við að tala um? Þú sagði að það var skemmtilegt að hlusta á tónlistinni hérna. Já. Ég spyrir það er skemmtilegt að semja textana, til dæmis. Já, mér finnst skemmtilegast bara að sitja, þú veist eins og þegar ég er kannski komin úr stúdíónu og ég fæ sent demóið eða bara hérna masteringuna til mín og þá sit ég bara heila kvöldstund með Beats headphone-in á mér, bara upp í rúmi kannski og ég bara set lagið á repeat, af því að mér er svo gaman að stúdera einhvern veginn bara allt við það, skilur við. Og heyra bara árangurinn af því sem ég skapaði. Mér finnst það bara verið einhvern veginn, já. Ég meina þetta verður að virka fyrir þig, þegar maður er að skapa eitthvað. Ég var alltaf að trúa því, alveg saman hvað að gera. Tekna teikningu eða semja blötu eða whatever. Þú verður að búa þetta til fyrir sjálfa þig líka. Já, ég er bara fyrst og fremst á því. Ég ger þetta bara fyrir sjálfa mig. Já. Og það er bara í raun og veru plús að einhver fíli stöfið mitt. Af því að, þú veist, það er ekkert sjálfgefið. Það eru fullt af, þú veist, tónlistamönnum og röppurum úti sem er fokkin lélir, skilur við. Þú veist, þannig ég er rosalega þakkláttur fyrir að vera ekki einn af þeim. Nei. Af því að, já. En þú verður líka að vera með ákveði sjálfströst þess að gera þetta og trúa á sjálfa þér. Annars getur ekkert skapa neitt. Já, þú verður að vera með það, eða þú þarft að hafa þessa tilfinningu að þetta sé alltaf að tvo síði, skilur, þú langar svo mikið að gera þetta, skilur. Það var eiginlega þannig hjá mig, ég er ekkert eitthvað gaurið með mesta sjálfsöryggi, sko, þú veist, skil mér að við alla æskuna og allt svona, þú veist, þá var ég ekkert einhver fullorðin einstaklingur með rosa mikið sjálfsálit, en mér fannst þetta bara svo ógeðislega fokkin gaman, og þetta tósa einhvern veginn alltaf svo ógeðislega mikið í mig, og það sýnir mig bara það að ég
að verða 32 ára á næsta ára og ég er ennþá að þessu og það er fullt af gaurin sem ég kynntist hann á leiðinni sem að byrja á þessu og voru alveg góður en síðan hættu þessu, skilur við. Já. Þannig já, þetta tósar alltaf aftur í mig, sko. En það er náttúrulega algjört must, ef maður er að skapa eitthvað, það er náttúrulega þolumæði líka til að búa okkur til og vera sáttum með það. Já. En það er það sem þú ert að lýsa, að þetta verða að tósa í þig og þetta snúist ekki bara ég ætla að græða svo mikið pening. Nei. Skilur. Nei. Af því ég vil meina það, ef að það er takmarki hjá öllum já. Sem er að búa okkur til, já. Það fellur henni sjálft sig. Já, það gerir það, sko. Ég vini mínir sem eru svona svolítið sama mál og ég varðandi tónlist, sko, þeir senda mér oft story hjá hinum og þessum, sko, sem er að gera tónlist og maður heyrir að það svo mikið einhvern veginn að það er ég fekk sent daginn af vini mínum það hefði ekki verið kíló nei, það var ekki, ég held að ég hefði sendt þetta sjálfur síðan á kíló það, já, sent á mig story frá manneskjuðan út í bæ þar sem að hún var eitthvað að rappa í einhvern mikrofón og texti var svona eitthvað, I got money, I ain't something. If you ain't rich, you're nothing. Þetta var ekki eins og í takt við bítið og ég held að ándjóks, þetta væri djók. Það var ekki djók? Nei, og þú veist, ég tjekka prófælum og ég sé eitthvað svona nafn og ég sé bara, já, ok, 30.000 followers, ég held að það væri einhver útlendingur að trolla. Þannig ég gerir svona hlæjukall við storyið. Og svo bara, eftir eina sekundu bara lækar manneskjan hlæjukallinn og sendir á mig, maður getur ekki þóknast öllum. Og ég bara, fuck maður, bara... Þetta var þetta Íslendingur? Já, þetta var Íslendingur, sko. Já. Og ég bara, fyrirgeðu, ég bara held þú værir að gera djók, sko. Ég held þú værir að gera grín af nútíma rappurum, sko. Já. Og hún segi, já, þú verður bara að skilja eitthvað svona, ég er nútíma rappari. Og ég svona, já, ég fór inn á Spotify mitt og ég tjekkaði bara að flottjaður bara, þú veist, að ég maður villu þetta ekkit vera særi einhvern, skilju. Þetta var bara rosalega óvart hjá mér, skilju. Og þú veist, þegar ég heyri mikið af þessari tónlist, ég stendi eiginlega bara á gati. Ég er bara, þú veist, er þetta málið? Þú bara skilur þetta ekki? Nei, ég bara, þú veist, allt lagið er kannski í autotune, skilur við, eða svona pitch down, sem þýðir að, þú veist, þetta er ekki eins og ekta röddin. Nei, allt var feikað. Já, og svo er bara textin líka bara feikað, þetta er bara allt einhverja peninga sem manneskjan ábyggilega á ekki einu sinni, skilur við. Nei. Og ég er að segja þér að ég er búin að vera að vinna núna, bara í sömu vinnunni í 5 ár. Þú veist, ég einhvern veginn komst að vanskilaskrá eftir allt ruglið í fortíðinni. Ég komst af fokkin sagaskrá, skilju, og ég byrjaði bara að vinna, þú veist, lifa eðlilegu lífi. Og ég byrjaði bara að vinna eðlilega vinnu, borgaði einhvern séreignarsparnað og svona shit sem ég vissi ekki einu svona var í hægt, skilju. Nei. Og eitthvað svona prófa að leggja til hliðar og eitthvað. Og ég held að það veri, þú veist, eftir 4 ár gæti ég keypt mér íbúð. Og þú veist, og ég varð ekki alveg brókis að djók við það, skilju. Þannig ég er eiginlega bara á því að ég á meiri peninga heldur en flest allir þessi rapparar, sko. En málið líka eitt, það skiptir svo miklu máli þegar maður er að skapa eitthvað. Finnst mér, þetta er sem ég fíla við listamenn. Vertu ekta. Já, nákvæmlega, maður. Skilurðu. Og ég er að segja það, ég rappa mikið, ég hef aldrei rappað að ég eigi peninga eins og ég hef oft rappað að ég sé fokkin blankur skítæll, sko, að því ég hef oft verið blankur skítæll, skilju. Þá rappaður það. Já, algjörlega, maður. Mér finnst það bara pirrandi þegar fólk fer eitthvað svona gír. Já. Það setur upp eitthvað svona grímu. Já. Og eins og þú talar eitthvað, ég á svo mikla peninga eitthvað, svo á þessi manneski skilur mikla peninga. Vertu ekta og ekki reyna að þóknast öllum. Nei, ekki reyna að vera svo fokkin hinir. Vertu þú sjálfur. Það var einhver, þú veist, ekki 50 Cent og Snoop Dogg sem var akkurat að tala þetta sama. Þú veist, það getur engin annar verið þú nema þú. Þannig fokkin ræktaður sjálfa þig, skilur við. Það er alveg máli og það sem þú hefur til þess að bera í rauninni, ert þú sjálfur. Já. Það er engin annar Haukur H. Nei, og þú veist, eins og mig sjálfa mig, ég var rosalega kraftmikla og ráma rödd. Flestir fíla það. En síðan skilja alveg að fólk fílar það ekki, en þú veist, það er bara allt í lagi, skilju. Það er nú máli, það er ekki búið til fyrir alla. Nei. En þeir sem fíl það, þeir eru ekki að elska það. Já, þeir eru náttúrulega bara gáðari heldur en hinni, sko. Þeir eru gáðari. Já, það er gaman að þessu. Já. En við ætlum að tala um bíómyndir í dag. Já, ekki rapp. Ekki rapp? Við smá rapp, það er allt í lagi. Það er bara gaman. Já, algjörlega. Ég er allavega með eina rappmyndan inn á. Okay. Ég ætla að ræða við 3 rappmyndir, sko. Kannski 4-5, sko. Geggjað. Já. En áður nú segir mér listaðin, ég baði þér að fylla út svona top 10 lista. Já. Og við tökum einu í einu. Já.
Og nú ætlum ég bara að spyrja strax, raðar þessi ykkur röð, eða er þetta bara svona, ok, þetta er bara random? Ég setti meira sér fleiri myndir heldur en 10. Ok, það er góð leið. Voru svo marga myndir og ég fyrsti listi sem ég kom með var svo ógeðslega basic, það var bara eins og að ég bara gripi næstu manneskjöld og gutt, bara bestu 10 myndir í heimi og hann bara, þú veist, já, myndi þylja upp og listin hafi verið svo sami á mér. Okay. Þannig ég varð að setja einhverjum svona myndir sem mér persónulega finnst vera, þú veist, eitthvað skemmtilega, sko. Ég var líka bara, það sem ég skaði að beða fólk að gera þetta, því við erum að hittast í fyrst skipti í dag, en ég veit ekkert hvað myndir þú fílar. Og mér skaði svona, hvað fílar þú? Já. Skilur, hvernig myndir, ef að þú ákveður að horfa á okkur á bíómynd, hvernig mynd setur í tæki eða hvernig mynd ákveður að velja? Já. Þannig að þú kemur bara með eina mynd núna. Ok. Hvað er það? Ég ætla að taka mynd sem var gerð aldamótin. Ok. 99-2000, minni mig. Eða 96, ég man ekki alveg hvernig hann kom út. Þetta var sjónvarsmynd sem var sýnd á RÚV í 2 hlutum. Ok. Og ég sá hana bara, þú veist, þegar ég var 11 ára eða eitthvað álíka, skilur. Og hún sat alltaf rosalega fast í hjartan á mig, sko. Mér fannst það svo fallið þegar ég var lítill. Og svo fann ég hann á YouTube, bara fyrir nokkrum árum síðan og horfði á hann aftur og ég bara, þú veist, þetta er sturlumynd. Þetta er samt sjónvarsmynd, hún heitir Merlin. Þú veist hvað myndið þetta er? Merlin? Nei. Þetta er gaurinn sem leikur í Jurassic Park, fyrstu myndinni. Já. Sem hataði börn hana. Já. Bara aðal gaurinn í Jurassic Park, skilur við, fyrstu myndinni. Já, Sam Neill. Já. Hann leikur í þessari mynd. Jurassic Park með hattinn og það, aðal professorinn. Já, hann leikur í þessari mynd, sko. Merlin, er þetta eitthvað svona fantasíudót? Já, þetta er bara Er þetta Merlin? Já. Þetta er bara sjónvarsmynd nú veit ég ekkert alvöru söguna eða neitt, skilur. Þetta er bara tekið frá því að hann var lítill og alveg þar til hann verður gamall maður. Gekkja, þú veist að koma ykkur svona mynd sem var aldrei verið rætt í náður í podcastinu. Þetta er skemmtilegt. Já, eða ekki. Jú. En ég hef ekki séð hann, ég man alltaf ekki eftir því. Nei, ég mæli með því, samt ég veit það ekki alveg, þú veist, ég er náttúrulega, hún sat eitthvað svona rosalega fast í mig, sko, og lokaatriðið er einhvern veginn, þú veist, á ég að spoila þessu fyrir þér eða. Alltilega. Hann kynnist einhverju gellu þannig að þegar hann er ungur maður og þau var ástfangin, skilu, og svo einhvern veginn örlögin leiða þau í sundur og hún er eitthvað tekin í einhverja gíslingu af einhverjum kongi og svo er hann brend öll í framan og verður, þú veist, öll svona brunnin í framan út af einhverjum dreka eða eitthvað. Veitu, er þetta ekki svona fjölskyldumynd? Jú, hún er samt, þú veist. Er hún alveg brútal á köflum? Nei. Ertu bara að lýsa svo svona harkalan hátt? Já, geti það verið. Hún var satt brend í framan, sko. Já, ok. En þú veist, þú sást ekkert, þú veist, að eldurinn kom á húðin sprakk, sko. Ekki þannig, ég var að horfa á þetta þegar ég var 11 ára, sko. Okay. Með mömmu minni. Ok. Þannig já, og svo er Merlin hana alla myndin eitthvað galdra og svo kynnist hann hana Artúrið hana konungi og eitthvað og þeir fara eitthvað dútla saman og svo deyr Artúr, minni mig. Þannig að Merlin bara eldist og verður gamall kall og svona, já, bara ráfar hann einhver stræti og eitthvað svona og svo kemst hann að því að þessi gælla einhver staðar eitthvað álíka og hann fyrir og hittir hann aftur og þau eru bæði orðin gömul og hún spyr hann eitthvað svona, ég með sem er gæsar og þeir talum í dag. Vá, þú ert að selja mér þessa mynd, sko. Og hún spyr hann eitthvað svona, þú veist, getur ennþá galdrað? Og hann segir, ég á einn galdur eftir og svo gefur hann eitthvað svona og gefur svona og svo eru bæði orðin ung. Endar þannig? Já, maður. Þetta er falleg saga? Þetta er mjög falleg saga, sko. Og þetta er svona alveg, þú veist, er alveg bara svona eiginlega andstæðan við ímyndana sem ég vil að fólk halda í sig, sko. En þá þegar ég spurði hennu það, því þú ert að tala þetta er svona smá fantasíudótt. Já. Ertu hrifin af svoleiðis? Sumu, sko. Já. Ég er ekkert að larpa í öskulíðinni, sko. Ég er ekki alveg þar. Eða, þú veist. Datt það í hug. Ég er samt gaman að þegar fólk notar fokkin hugmyndaflugið sitt, skilur við. Og verstu myndina finnst mér eiginlega að vera svona spennu hasarmyndir nema er Liam Neeson í þeim, sko. Svo fucking Fast and the Furious myndina maður, Jesus Christ, maður. Þannig að þú vilt frekar fá eitthvað sem er ekki til. Já, eitthvað sem ég veit að er óraunverulegt, skilur við. Að því að Fast and the Furious myndinar, það er eiga að vera raunverulegar, en það er fullt af svona óraunverulegum hlutum að gera. Hann er að halda í einhverja þyrlu þannig eitthvað, þú veist, á einhverju keðju með annari hendur, skilur við. Já, er það ekki raunverulegt? Nei, þú veist, samt á þetta er ekki ævintýramyndir, þetta eru spennumyndir, en það er alltaf eitthvað svona bullshit kjafta að gerast í þessu myndir sem ég bara, þú veist, get ekki, þú veist, allir vita alltaf hvað er að segja, sko, alltaf einhverja svalegar punchline, sko, allir fórhundur í framan, sko, ég get það ekki, sko. Þannig að þú ert hrifnar af Ennison Lord of the Rings, fyrir það? Já,
ég hef ekkert hort á það síðan ég var bara gutti, sko. Já, bara síðan það kom út. Já, ég kannski hort á eina, kannski svona eitthvað í millitíðinu, sko. En eins og ég meðlega, þú talar hljómar fallið saga, smá svona rómantík í þessu. Já. Ertu svona mjúkur inn við beinið? Já, eru það ekki allir. Já, flesti kannski. Ég svo kærasta mér segir að ég sé eitthvað tengslarraskaður, sko, og tilfinningalaus. Hefur sagt það við þig? Já, blessaður, fleiri, sko. Þetta er einhvern veginn svona sem ég fæ alveg svona, þú veist, ég veit ekki alveg hvort ég segja, sko, á tímabili var ég alltaf að horfa á Dr. Phil. Ég reyndar hef horft á miljón Dr. Phil þætti. Já, og svo gerist eitthvað kannski, þú veist, pabbi og dóttir að hittast eftir 10 ár, ég það bara stundum að bara standa upp og, þú veist, bara kom okkar reiki auga. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Ég var líka að horfa einhvern tíðan, hvaða fokki mynd var það maður? Maður ekki vera, það er einhver svona fáranleg mynd. Já, ég manst hvaða mynd það var. Hvað mynd var það? Ég var að horfa með kærustunni mínu og svo var vinkona hjá okkur sem var að gista hjá okkur í nokkra daga og við erum trúað heimili, sko. Já, það? Já, við trúum á Jesú Krist og mætum í kirkju og svona, sko. Já, ok, vel gert. Og kærasta mín, alltaf þegar hún stingur upp á mynd, þá fjallaði alltaf eitthvað um Jesú og Guð. Og ég ákvaða leifinni þetta skipti bara að ég venjulega fyrst með þannig myndir fokkin leiðilega, sko. Já. Bara óvandar og lítið lagt í það, skilu. En þessi mynd það var eitthvað við hana, hún heitir þetta Shack. Ég þekki hana ekki. Nei, þetta er Gaurs dóttir hans, þetta er bara fjölskylda, yngsta dóttirinn er rænt í útilegu af einhverjum, þú veist, barnanýðing. Svo finna bara, þú veist, blóðug fötaðan í einhverjum kofa upp í fjalli, skilu, og hún er bara talin af. Og fjölskyldufaðurinn er eitthvað að fara yfir hana á einhverju kafla, sko, í myndinu og rúllar aftur í hana bústað, sko, hann verður bara einhvern veginn að fá eitthvað closure á þetta eða eitthvað, skilu, fer hann upp í bústað, man ekki alveg hvernig þetta alkast, en hann einhvern veginn, þá lappar manneskjan í bústaðin sem er annarkvort heilagur andi eða Jesú Kristur og hann eyðir heilli helgi með Jesú Krist heilugum anda á Guði og þau að gefa hann closure á dóttir sína, sko, hún sé dáin. Og þetta hljómar svolítið svona þungt. Þetta er svolítið þungt, þetta er rosalega fallegt, sko, samt og og það er eitthvað atriði þannig að það sem að hann heldur svona, hann er með Guð, Jesú og heilagan andi eitthvað svona og hann er eitthvað, labba svona og þau láta hann fá dóttir sína og hún er undir svona sjali, sko, og hann þarf að labba með hann eitthvað spöl og rétta síðan Guðana og Guð ætla að taka hann eitthvað svona upp í himnaríki og þegar akkurat þegar hann er að láta hann að fá og ég var nýbúin að eignast dóttir á þessum tíma, sko. Akkurat þegar hann láta heilagan andi að fá dóttir sína þá svona brotnar hann niður og ég bara frá þess að standa upp, sko, því að vinkonana mátti klárlega ekki sjá að ég var eitthvað þannig að harði rapparinn að fara að fella tár, sko. Það væri viðkvæm fyrir þessu. Já. En þetta tek stundum á? Ég gera það stundum. Ég líka að finna það, málega að kærasta mín er ófrísk. Já. Þetta er fyrsta barnið mitt. Já. Takk fyrir það. Og komin hún í janúar. Já. Og ég get svo svara, það er eitthvað tenging. Já. Af því hún er alltaf hormónarfull í gangi á henni og svona, hún er viðkvæmari fyrir. Já. Mér finnst að fara eins í mig. Já. Af því ég er ekkert gjarn að horfa myndir og tárast. Nei. Mér finnst ekki að því, ég bara gerir sjálf það fyrir mig. Nei, já. Svo erum við að horfa bara núna daginn. Braveheart. Þú veist, ég er búin að sjá þess mynd miljón. Já. Svo bara byrjar hún að hágráta kærasta mín. Og veistu það, ég veit ekki en það fúsla. Ég táraðist. Já. Þú veist, ég er samt búin að sjá þess mynd miljón. Það er bara kallmannlegt ef eitthvað er, sko. En við veist það. Já. Segja bara fuck it. Og hvað, er ekki alveg kallmannlegt þegar með tilfinningar? Jú, þeir vilja meina það, sko. En ég þoli samt ekki allt þetta, sko, að vera kynda undir að kallmenni að grenja, sko. Nei, ég skil hvað þú veist, ef þú grenjar, þá grenjar bara og það er bara gott og blessað en sumir bara grenja ekki og þeir mega bara fokkin vera þannig og það er ekki einhverju eitraðri kallmennsku að kenna. Nei, ég skil hvað það er svo mikið, það er verið að aumingja væða kynslóðuna svo fokkin mikið að það gerir mig geðveikan, sko. Það ætti að fara eitthvað svona milliveg af því ég er ekki hlindu því eins og gömlu kynslóðunar og köllum sérstaklega þeir bara töluðu ekkert tilfinningar þá bara farið í vínið skilur þið að berja konuna sína eða eitthvað, þá vil ég frekar fara hinleiðina. Já, en þú veist, ef þú þarft að fara hinleiðina, skilur, þú þarft heldur ekkert að berja konuna hérna og þú þarft ekkert að neyta einhverja hugbreytandi efna, skilur. Sumir eru bara, þú veist, og það er bara, sumir
það bara kallmenn eru gjarnari á það, skilur að vera bara fókin harðir, skilur Já, og stundum það bara allt í lagi, skilur Já, ég er alveg samanlega, það var ekki það sama ganga yfir alla. Nei. En ég skil hvað átt við. Já. Þannig að þú varst með Merlin. Já. Það er fyrsta myndin. Mæli með á Jake Downey, sko. Já. Og hvað með ykkur aðra? Ghostbusters. Já, fyrsta? Já. Gott val. Það ekki? Jú. Við höfum verið valin áður, eða? Við höfum aðeins svona lítilega að tala um hana. Já. Ekki mikið. Mér finnst þú mjög skemmtileg. Mér finnst það bara, þú veist, það er bara allt einhvern veginn við hana sem er bara, hvað heitir leikarinn? Bill Murray? Já, hann til dæmis, geggjaður. Er hann uppáhalds Ghostbusters-röðin? Já, ætli það ekki. Ætli það ekki. Í samanlega, hann er fyndinn. Já, hann er fyndnastur hann, sko. En já, sú mynd er einhvern veginn, þú veist, ég sá hana líka þegar ég var krakki, sko. Og þetta var svona draugamind sem maður mátti horfa á, sko, þannig hún situr einhvern veginn svona eftir í manni. Já. Og þú veist, svo er þetta New York á þessum tíma akkurat einhvern veginn, skilur. Það er líka, hún er meira svona skemmtileg heldur en eitthvað skeri. En náttúrulega bara ekki neitt skeri. En mér var samt, ég var að segja 2 fast með svona smá skeri. Aha. Já, með málverki, kallinn í málverkinu. Sástu hann aldrei eða? Jú, gaman að þú skildi minnast á það, sko. Ég var einmitt með dóttir minni, sko. Ég er svo mikið kvikindi, sko. Og ég vissi alveg aðeins og aðri. Hún var 3 ára, 4 ára eða eitthvað. Og ég horfði á draugamind og þau bara, já, eitthvað. Ég var líka strák, sko. Þú varst að sýna þeim þegar hún var 3 ára? Já, 3-4 ára eða eitthvað. Já, ok. Og hérna... Er það ekkert gróft? Hún er allavega myrkvælin í dag, sko. Er hún myrkvælin? Það er, þú veist, þetta er bara svona maður. Já, algjörlega. Ég vissi ekki að hún myndir alveg taka því þannig, sko. Og svo einhvern veginn, í fyrsta skipti þar sem að augun svona byrtast í málverkinu eða eitthvað svona, andliti byrjar að hreyfa sig og hún tekur alveg bara svona panikatak, sko. Og ég þurfti að slökka bara. Eyðilaði myndina fyrir okkur maður. Ég er svo því, ég er fullur maður og ég í dag er bara smá svona, þetta er býna ógislega. Aha. Ég hafði líka Adri í 2, ég veit ekki mannstu þetta. Ringir enginn á barnaðendanum til það. Nei. Ég man það var Adri í 2, það var gæi, það var ekki málverkagæin. Það var gæi sem að, hann var samt eitthvað svona ansittinu eða eitthvað. Já. Hann bankar upp á hjá aðaleikoninni og er svona eitthvað að reyna við hana. Já, þessi nördin. Já, nördin. Já. Safnvörðurinn eða eitthvað. Og hún eitthvað svona bara dissar hann, bara nei, hann mátti ekki koma inn og lokar eitthvað hurni og þá okkar lappar hann svona meðfram ganginum og augun hans breyta svona þessi 2 vasaljós. Mér fannst það pínu creepy. Aha. Já. En þegar ég var lítill. Ég er svo harður í dag, sko. Og sko, það myndfokkaði mér upp bara varanlega. Það voru 2 myndir í æsku, sko. Alveg bara það mikið að, þú veist, ég skreið upp í til bróðið mér, sko. Já, ekki eins og bara með pappa, þetta var bróðin. Já, ég náttúrulega átti ekki pappa sem var til staðar þegar ég var lítill, sko. Já, ég skilji, ok. Átti bara bróður sem var árið eldri. Ég skreið oft upp í til hans. Það fór alltaf mikið í tögunar á honum. Það var svo tilneitu til þess, sko, annars fór ég og klagaði mömmu. Hann þurfti að passa þig. Já, herðu, já. Það var hérna, fyrsta myndin var Blair Witch Project. Já, hún er alveg skeri. Já, ég horfði samt bara á hana hálfa, sko, eitthvað foreldra vina míns leið þessa mynd og við stánumst til að horfa á hana og svo hættum við að horfa þannig að þau eru inn í tjaldi og það er einhver hljóð fyrir þetta tjaldið og eitthvað. Ég gjössanlega fokkaðist upp við að horfa á hana, sko. Svo, hún er líka sett upp sem svona raunveruleg mynd. Já, af því að, þú veist, svo sögðu allir þetta væri alvöru mynd, sko. Þannig maður trúði því, sjensinn, eitthvað, allir að leigja einhverja mynda, einhverju morði í einhverju skó. En hún marka sér þannig. Já, maður, Jesus Christ. Sást hana þegar hún var nýlega það, mástu það? Já, hún bara ný komin á leigu, sko. Já, þá hefur þú verið 11 ára. Hvað ár komin út? Hún er 99. Þannig að hún kannski... 10 ára. Já, hún kannski kemur á vídeo og svo á vídeo. Já. Frá 10-11 ára. Já, var ég svona gamall. Ég er búin að segja vel að ég hef verið svona 9 ára. En samt, ef þú 10-11 ára og horfa Blair Witch, það er alveg... Ég sá hana því ég var sko 16 ára. Já. Og mér varst hann alveg skera á köflum. En hvað ár kom The Ring út? Banderska, endurgerðin. Þetta var náttúrulega uppnáðlega japansmynd sem var mjög skeri. Svo endurgerðina, og hún er 2002, minnum mig. Já, það hefur verið 13 ára. Já. Hún gjössanlega rústaði mér, sko. Já, það er líka stelpa að koma út úr ykkur sjónvarpi og... Já. Jesus Christ. En þú ert líka þeim aldri, 10-13, þá hafa hryllismyndir alveg áhrif á mann. Já, alveg bara feit árið að gera það, alveg svona, en þá ég er rosalega hryllismynda
Ég hef gaman að hryllingsmyndum, sko. En þú hefur gaman að þeim? Já, ég einhvern veginn svona sæki mína spennu þangað, sko. Mér finnst það rosalega, ég er ekkit fyrir að keyra hratt til dæmis eða eitthvað svoleiðis. Ég einhvern veginn svona, mér finnst geðveikt að sitja í bíó, það er allt dimmt. Þú veist að fokkin atriðið er að fara að koma og þú veist, þú ert að hugsa hvort þú eigir að gera eitthvað hérna, skilju. Og svo kemur atriðið og þú veist, bara fokkin kippist við, skilju. Og mér finnst alltaf þetta gaman þegar einhver sem bregður meira heldur en ég, sem situr við liðina mér. Þá grenja ég og látri, sko. En myndirðu segja þegar þú horfir á svona myndir, bregður alveg svakalega? Er það frekar mikið en er það að halda því svona leyndu? Svona, já, bara milli vegurinn, sko. Ég er ekkert að grenja, sko. Nei. Ég má það ekkert, sko. Þú tekur ekkert eitthvað svona öskur, svona... Nei. Það er líka svona að hallast þetta kannski í bíó. Já, en ég satt situr við hliðina og manneski sem tekur alveg, þú veist, öskrið, sko. Og það er kærstan því? Já, til dæmis, en hún fer eiginlega ekkert með mér. Hræðilegasta mynd sem hún farið með mér á er ábyggilega hérna íslenska myndin, hvað heitir hún? Stefán Máni. Ég man þig. Já. Og hún var alveg að fara yfir að því, sko. Var það Stefán Máni sem að... Það veit ég ekki, ég held það. Var ekki Yrsa sem skrifaði bók? Nei, ég maður það ekki. Jú, Yrsa. Er það ekki? Jú, var þetta ekki bók eftir Yrsu? Jú, en það er heldur sami leikstjóri og leikstýri Svartur leik, samleikstjóri, það er rétt sér. Það er samleikstjóri. Hún var góð, hún flott. Já, mjög góð, sko. Og mér finnst þessi leikstjóri bara, veist hvað hann heitir? Mér langar að segja Ólafur Axelsson eða eitthvað. Ég er kannski að slátra. Ég skal setja nafnið það svona hérna. Já. Hann fær sjátt. Virðingu fyrir hann, af því hann er flottur. Hann er bara geggjað, sko. Veistu fleiri myndir sem hann har gert? Hann gerði, held ég, þætti, heitir Stella Blomqvist, sem voru á sjónvarpi síðan. Já, ég man eftir. Ég held að hann hafi gert það. Hann mætti þess að gera fleiri bíómyndir. Sammála. Af því að hann er alveg, ég man sko, ég setti Svartur á leik á listan. Hvernig finnst þér hún? Mér finnst það eiginlega besta íslenska mynd sem hefur komið út. Sammálaður. Er það ekki? Jú. Það er einhvern veginn bara, þú veist, leikurinn er geggjaður. Þetta er raunverulegt, skilju. Undirheima Reykjavíkur eru raunverulegir í þessari mynd, skilju. Og svo er bara leikstjórinn og klippingin, þetta er allt geggjað, skilju. Mér finnst, það er svona nokkra íslenska myndir sem ég sé sem ég er bara, wow, þetta er virkilega flott mynd. Já. Svartur leik, ég myndi setja hana persónulega nummer 1. Já. Mér varst enda að vonast þetta er líka mjög flott. Já, hún er svolítið þungsamt. Svona meiri svona dramamynd, en ástæður ég sett kannski Svartur leik efst, er þegar ég horfði á hana, þá var ég bara svona, ég horfði á hana með félag mínum. Keypti hana á DFD á sínum tíma. Og mér fannst bara að vera, þetta var svo mikil bíómynd. Og mér fannst ekki þess að ég var að horfa á íslenska bíómynd, ég var bara að horfa á góða bíómynd. Já, algjörlega, sko. Já, ég myndi setja hana líka ábyggilega nummer 1 og ég myndi setja Lof mér að falla nummer 2. Ég á eftir að sjá hana. Í alvöru? Já. Það er einmitt mynd sem ég veist bara... Ég er spenntur að sjá hana. Já, hún er sturluð, sko. Fjallar hún ekki svolítið um dópneyslu og unga stelpur eða eitthvað í... Jú. Mjög góð, sko. Er hún ekki svolítið átakanleg? Jú, hún er það. Já. Og svolítið langdregin, þess vegna sitja hérna í annarsæti, sko. Já, heitir hann ekki Baldur Seta eða eitthvað hana. Jú. Hann er líka að gera mjög góða hluti. Hann er mjög færleikstjóri. Já. Það er líka bara gaman að sjá hvað íslensk kvikmyndagerð er búin að fara fram. Hann er búin að fara svo fram. Já, algjörlega. Ég tók einmitt eftir bara þegar Svartur leik kom út. Ég var einmitt inn á Vogi þegar hún kom út, sko. Þannig að þetta er akkurat þegar ég verð edrú, sko. Var hann á Vogi, svo... Já, ég má ekki segja að kemur leikari sem er í myndin inn á Vog, sko. Á sama tíma og ég er hana, ég ekki að segja hvernig það er. Nei, það verður eitthvað að tala við mig myndina, sko. Já, ég verð svona rosalega peppaði fyrir henni og ég fer út og ég kynnist einhverju stelpu þannig inn á Vogi líka, sko. Við förum saman í bíó á myndina, sko. Ég man það kvikna alveg svona í manni, sko. Við erum dagsleif úr einhverju meðferð, sko, og fólk að neita alveg því líka fíknefnan í myndinni. En hún var sturluð og ég fekk bara svona smá þráhyggju fyrir myndinni, sko, eftir að ég horfði á hana. Það gerist oft fyrir mig þegar ég sé svona góðar myndir að ég fæ þráhyggju fyrir ákveðnum málum og svona. En það er svo magnað, þetta situr í manni og tekur á bara að horfa á myndir og bara, þú getur ekki að hugsa þér. En þegar þú horfir á svona mynd, eins og Svartur leik, eða Lof mér að falla, og þú með þína baksögu, tengirðu sterkar við svona myndir? Já, ég tengi voða lítið við Svartur leik, sko. Ég var engin eitthvað, þú veist, ég var bara einhver götustrákur, sko. Þannig ég tengdi miklu meira við hérna Lof mér að falla og ég þekki líka stóran hluta af þessu liði sem þið töluðu við áður en það skutu myndina, sko. Til að fá svona fræðislega þessar stelpur hana. Og virkar hún raunveruleg?
hún virkar alveg frekar umurleg, sko. Já, eða það? Já, og þessar 2 aðal leikonur eða stelpur sem leikimyndir sem ég man ekki alveg hvað heita, en það náis alveg bara þokkalega vel, sko. Já. Af því að það svo, ég var í íslensku og ég þurfti að lesa hérna Dauðarósir eftir Arnald Indriðason, veistu hvað bók það er? Nei, það ekki. Þetta er eitt af fyrstu bókunum hans og það er eitthvað svona undir heima Reykjavíkur, eitthvað að vera svona fjallum þá. Og maður sér það svo grimmt að þetta er svona gaur sem er fyrir utan þess að undir heima ímyndir sér að hvernig þetta er, skilu. Já, þetta er ekki ekta. Nei, þetta er ekki ekta, bara orðin sem eru notuð einhvern veginn og neyslan sem er í gangi, þetta er bara, þú veist, þetta er ekki eins og þetta er í alvörunni, sko. En þeir ná því einhvern veginn alveg gjörsanlega í lof mér að falla. Já, ég þarf að sjá hann. Stórástur ég sé oft íslenska myndir seinna. Já. Er það því að ég fer ekki að vera í bíó. Nei. Það er dýrar að fara íslenska myndir í bíó. Ég veit. Og mér finnst það svo stúpid. Já, eða það? Mér finnst það persónulega. Að þetta er svolítið svona, þetta er gamalt. Í gamla daga, þegar íslenska myndir komu, þá var svo fáir íslenska myndir sem voru að koma út á marka. Þá var svona, það kostar aðeins meira. Maður svona, ok, ég skil það. Já. En svo fór að koma út alveg margar íslenska myndir. Já. Og það mér er bara svo skrítið, af hverju þarf ég að borga meira fyrir að sjá Lof mér að falla heldur en Avengers eða Harry Potter mynd. Mér finnst það skrítið. Já, persónulega þá fær ég á íslenska myndir bara ef mér finnst það að vera eitthvað spennandi, sko. Ertu aðalega að hugsa bara svona til þess að styðja það íslenska kveikmyndi gera? Nei, bara ef mér langar að sjá það. Venjulega finnst mér íslenska myndir leiðilega, sko. Það er alltaf þessi sama íslenska nekt eitthvað konur með loðnarpjöllur og einhverju kallar með lítið típi í einhverju þunglindislegri náttúru eða eitthvað. Það er ofta eitthvað svona alkoholismi og eitthvað svona sem fylgir í. Já, þú veist, mann líður ekkert eitthvað beinlínis vel að horfa. Ég fór svolítið að geða eitthvað íslenska mynd fyrir þetta COVID, þannig að, hvað hétum, síðasta veiðiferðin. Og það er skemmtilega? Já, þá voru þeir samt allir hann á tippinum að spila einhvern fótbolta, sko. Ég bara svo trailun, ég var svona 50-50 hvort það var skemmtileg mynd. Mér varst þú skemmtileg, sko. Já. Ég fór líka með góðum hópa á hann, sko. Já. Það geti sagt sitt, sko. Og var það, þú veist, góð húmór í henni, eru góð brandarar og svona? Já, algjörlega, sko. Ok. Ég ekki að tjekka á þessu. Ég þarf að vera duglegri kannski við að reyna að finna þér á netinu, þá er ekkert að stela, heldur bara að leigja. Það er mjög svo skrítið, þetta er svo, ég man þig. Já. Ég leigði hana á iTunes. Já, það. Hún var til á iTunes. Já. En ég geta leikt hann þar. Ég held að óska þess að allar íslenska myndir færi bara þangað. Ertu með áskrifjavend á stöð 2 eða sjónvarpi Símans? Nei, það er hægt að leigja eða flest allt drasl. Já, ég þarf eiginlega að fara að kíkja á það betur. En því svo Lof mér að falla, mér langar ekki að sjá þá mynd. Hún er mjög, já, ég mæli alveg klárlega með henni, sko. Hvað ætlum við meira á listanum? Ertu komið 2? Þú ert með Merlin, Svarta leik, sagði hún á listanum? Fór út úr listanum? Nei, hún fór út af listanum. Ok, það er góðlega. Tökum hérna bara horror næst, Insidious 1 og 2. Ok. Þú séð það er? Já. Mér finnst það sturlaðar. Já. Sérstaklega 1, verður ég að segja. Já, mér fannst 2 eiginlega bara meira creepy ef eitthvað er. Það? Já. Svo komu 3 og 4 eða bara 3 í manna ekki alveg og það sökkuð alveg grimt, sko. Komu 4? Já, komu 4 myndir. Já. Já, síðustu 2 hana, það var eitthvað algjört eitthvað svona, já, bara kreist út einhverja aura, sko. Já, fyrir að mjólka þetta. Já, en 1 og 2 voru, þú veist, að því að ég vissi ekki hvað mynd ég var að fara að horfa á þegar ég horfa á númer 1, sko. Nei. Ég var bara með einhverju fyrirvændi kærustu og við prófum að leigja hana, sko, á einhverju svona voddi og hérna, já, og ég bara, já, það var bara sturluð mynd. Hafðir ekki sinnið trailer en eitt? Ég bara vissi ekki hvað mynd þetta var, sko. Það er þetta geggjað. Já. Þetta er bara þannig mynd, sko. Já, algjörlega, og þú veist, ég veit ekki, þegar hún er að lýsa hana, þú veist, fyrir þeim draumnum, sko, mér finnst líka þessi djöfull verið svo frumlegur, sko. Já. Þetta er hana Parasite. Nei, hann var ekki The Parasite. Nei. Gamla konan. Gamla konan. Það voru Gamla konan var líka, þú veist, Jesus Christ. En mér finnst þessu atriði með djöflunum. Það er ógeðslega töff þegar maður sér hann í rauninu svona almennilega fyrst. Já. Hann er fyrir aftan pappan. Já. Þú veist, mér brá alveg, sko. Já, algjörlega, sko. Frekar skeri. En mér fannst eiginlega svalasta atriðið þegar hún að lýsa draumnum, sko, og lítur inn í herbyggið til stráksins. Það er vera í fokkin hopninu, þú veist, einhvern veginn svona öll mjóa, einhvern veginn svona, svo bendir hún svona með einhverjum, þú veist, lúkum á puttna á hennar á drenginu. Þetta var, já. Að því hún vera stendur í hopninu og þú sér það ekkert almennilega, þetta er bara svona myrkur. Já, það er nefnilega galdurinn við fokkin ímyndunaraflið og fokkin horror. Já. Þú veist,
mér finnst ekki creepy þegar að maður sér zombie í heilu lagi vera að labba því þú veist alveg hvað þetta er, skilur. Sérstaklega hann labbar hægt, það er ekkert skeri. Já, bara eins og einhver heilaleysingi, skilur, sem hann er. Sem hann er. Passa hann bítið ekki, skilur. En, þú veist, eins og með drauga og svona horrormyndir það sem að eins og The Babadook, þú veist hana? Já. Það þarf alveg að svona ímynda þér svolítið svona, þú veist, og þá fyrir einhvern veginn svona hugmynda hennar flugið á flug. Og það getur fokkað menn upp, sko. Það gerir það, líka eitthvað sem þú sérð ekkert almennilega, eins og í þessu tilviki, ég sammála þetta, geggjað atriði, að það mér er bara svona, hver er þetta? Já. Hvað er þetta? Já. Hvernig líður nú? Þú sér bara hann með svona langar neglur, langar mjóar hendur, og hún spyr hann í draumnum, hvað viltu? Þá bendir hann strákin. Það er ógeðslegt. Ég kom gæsa og bara hugsa þetta atriði. Já, og mér, þú veist, og það er allir að tala Conjuring, sem eru geggjaðar myndir, en mér finnst þessar betri. Þið finnst þessar betri? Já, en það er, ég held að sé sami leikstjóri, sko. Það er síðan asíski hana, hann heitir. James Wan heitir hann. Já, heitir hann það. Já. Hann er mjög góður. Hann er rosa góður. Já. Og þú fílast þess Conjuring líka? Ég er bara grimt, sko. Conjuring 2 bara, hún bara, ég var bara fullorinn þegar ég horfði á hana og hún fokkaði mig samt upp, sko. Fannst hún meira skeri en fyrsta? Já, algjörlega, nema það eru 2 atriði þannig í fyrstu myndinni sem að er alveg svona, þú veist, þegar hún er upp á skápnum, sko. Það var ekki viðbjóður. Það fór bara svona hrollur mig allan, sko. En svo var eitt svalt atriði þegar hún tekur í hárið á litlu stelpunni og hún er að sveiflast alla íbúðun og bombast svona í glerhurð. Já. Mér fannst það mjög töff. En síðan er líka þegar framkvæma hana The Exorcist á mömmunni, sko. Andliti breytist svona aftur í nornina, sko. Það er alveg, þú veist. Það er ógeðslegt. Já. Mér finnst það líka bara að ná einhvern veginn þess að fær leikstur í að búa til mikla spennu við eitthvað svona einföldu dóti. Það er eitthvað hurð að opnast hægt eða lokast. En það er samt að fokka mann upp, sko. Já, en þá er ég að spyrja það þegar við tala svona draugamyndi. Trúur á drauga? Já, sko, ég gera það. Já. En ég trúi líka á drauga. Já, það? Já. Trúur Guð það? Góð spurning. Ég sagði oft ég var ekki trúaður. Já. En svo komst ég að það er bara ekki satt. Já. Ég kannski trú ekki á þetta hefðbundna. Nei, ég skilji. Eins og Biblíuna og Jesú og Guð. Og þegar ég hugsa Guð, að ég trú á eitthvað aðra. Já. Þá myndi ég alltaf að segja strax að ég væri trúaður. Já. Ég trú ekki að þetta sé einhver svona skapari sem að... Nei, ég skilji. En já, þannig ég trú á eitthvað. Já, það er allavega eitthvað hann að handan, sko. Það er það sem ég held. Já, og þú veist, ég sekk mér oft inn í hérna, það er rás á YouTube sem heitir Top 5s, sko að rás það er. Nei. Ég er rosalega mikill svona YouTuberi, oft. Það er alltaf eitthvað svona Top 5 hérna Paranormal Encounters, Cotton Video, eitthvað svona shit, sko. Já. Og ég er búin að horfa svo ógeðslega mikið að þessu og það er enginn að fara að segja mér að þetta er allt eitthvað fake, sko. Nei, ég meina, svo eru margir sem bara trúi ekki á neitt. Nei, ég var einu sinni þar líka, sko. Trúðu bara ekki á neitt? Já, þannig og þú veist, og ég virði allt sem fólk trúir á, skilur. Ég er ekki að reyna að þröngva þessu að fólki, sko. Ég ger ekki heldur, en mér finnst samt, ég verði ekki um það, mér finnst samt skrítið þegar fólk bara svona, fullara fólk trúi bara ekki á neitt. Ég er ekki að segja, það er ekki að því. Mér finnst það persónulega bara pínu skrítið. Að því að mér finnst það vera eitthvað svo einmannlegt að trúa bara ekki á neitt og bara þú deyrð, þetta er bara búið. Já, ég er alveg sammálaður. Ég var svolítið alin upp við það, sko, þótt að það hef ekki verið komið inn í hausinn á mér. En fósturmamma mín, hún er einmitt þannig, sko. Hún trúir bara ekki á neitt. Hún trúir ekki á Guð, hún bara trúir því að þegar þú deyrð, þá deyrðu bara og þú veist, þú verður bara mold, skilur. Þannig hérna, já. Ég skil alveg þá hugsun rosalega vel, sko, að því að það er alveg hugsun sem meikar sens, sko. En þá er þetta bara alltaf eitthvað svo tilgáðslegt. Já, ég er nefnilega sammála því. Og ég verði einhvern veginn það verður að vera einhver gulrót hjá mér, sko. Já. Þú veist, ef ég er að fara að deyja og bara, þú veist, andi minn fer, þú veist, já, ég veit ekki, þá er þetta glata. Mér finnst það, og ég er líka oft, ef maður pælir í tilgangi lífsins, ég hef oft hugsað, sko, mér finnst það að vera að læra og þroskast. Já. Og ef ég trúi því, að ég trúi því, og ég lifi 80 ár, eða 90 ár ef ég er heppinn,
þetta er svo stuttur tími. Þetta er nefnilega engin tími. Nei, þannig ég vil meina það að þegar ég dey og þetta sem þú sér núna, þetta er bara faratæki, skilur. Þetta er ekki ég, skilur, ég sjálfur og því ég trú á sál. Já. Það er margir sem trú ekki eins og að maður sé með sál. Ekki? Nei, það er alveg til fólk sem trú bara ekki á neitt. Trúur ekki að maður sem er sál, trú bara ekki á neitt. Og mér finnst það alveg pínu sérstætt. Að ég vil meina það þegar ég dey, þá held ég eitthvað staðar áfram. Já, algjörlega maður. Já, þungar pælingar. Konur ykkur heimsbyggi pælingar. En mér finnst það áhugavert að heyra fólk tala um þetta. Maður, algjörlega. Ok, Insidious varst með 1 og 2. Já, langaður að fá að heyra bara eitthvað svona hefðbundið næst eða? Bara allt sem þú fílar. Skiptir ekki máli á hvernig sé hefðbundið eða... Það voru bara, ok, Walk the Line. Já. Mér finnst það sturluð. Johnny Cash myndin. Þú ert mikil Johnny Cash maður að segja. Já. Með tattoo. Mér finnst það algjör töffari. Hvernig var þessi mynd að snerta þig? Sko, fyrst þegar ég horfði á hana það vissi ég ekki eins og hvað Johnny Cash var, sko. Ég bara var 17 ára eða eitthvað. Hún er reynda nokkuð gömul, eða svona... Já, allir kom ekki út 2005 eða eitthvað álíka, eitthvað svo leiðis á þeim tíma, sko. Ég vissi ekki eins og hver þetta var, en bara, mér varst myndin verið svo góð að ég byrjaði að tjekka tónlistin hans og þú veist, og svo síðan seinna mér þegar YouTube kemur og allt þetta efni verður svona aðgengilega þá fyrir ég að horfa á heimildarmyndir og svona, sko. Þannig hún hreiði alveg rosalega við mér, sko. Mér finnst þessi saga líka bara einhvern veginn, þótt alveg ég gerir mig grein fyrir því að bíómynd er alltaf bíómynd, en þá er sagan sem ég notið í þessa bíómynd virkilega góð og falleg, þótt hann hélt fram í kúlunni sinni. Alveg, hann gerir það? Það gerir það sem átti 2 börn, sko. Já. Ég meina að fólk gerir mistök. Já, það gerir það, sko. En svo líka bara eins og með þess að sögu, þið byggt á sannur sögun, auðvitað. Mér er alveg sama þótt þetta sé ekki nákvæmlega svo alveg sagan. Ég er bara bíómyndavirki. Ég er að horfa bíómynd. Já. Ég geri það oft þegar ég horfa á svona shit, sko, þá fer ég síðan að horfa heimildarmyndir eftir á til að kynna mér alvöru söguna, sko. Hvernig þess að hann leika Johnny Cash, Joaquin Phoenix? Bara fucking vel, sko. Já. Mér finnst að hann er geðuguleikari, skilur. Já. Eins og ég þannig að nýju myndinni Joker. Hann er rosalega leikari. Já. En hvernig fílað þú að því hann syngur sjálfur í myndinni? Já, mér fannst það bara trillt, sko. Já. Og tók mér smá tíma, sko, að venjast alvöru Johnny Cash. Já, þú er svo vanur að heyra Joaquin Phoenix syngja. Já, algjörlega, sko. En finnst þið það, gerur þá kröfu eða þú horfa okkur svona tónlistarmynd? Hugsaðu með bara, mér finnst alltaf leikarinn syngur ekki. Nei, ég geri það ekki, sko. Skiptir engum máli? Ég geri samt ef þetta er, þú veist, eins og NWA myndin, Tupac myndin, Biggie myndin, ég geri þær kröfur að ég sé ekki að fara að fokka upp söguna þeirra, eins og mér var svolítið gerast með Notorious myndina, þá var svo lítið lagt í hana og hann fór einhvern veginn svona fram hjá öllum bara, hefur séð hana? Ég hef ekki séð hana. Nei, nákvæmlega skilur. Var það alveg leikinmynd eða eitthvað svona heimildamynd? Leikin, sko. Það er leikinmynd. Ég held að Puff Daddy hafi framleitt hana, sko. Já, ok. Þá fannst mér svolítið illa farið með, sko, að því hann er svo ógeðislega mikið legend, sko. Svolítið illa farið með góða sögu. Já, þannig að þú varst ekki sáttur með hana, þér varst bara, voru það ekki að fara eftir sögunni? Voru það að þetta var bara eitthvað svo low budget og eitthvað, þú veist. Það var bara aðstæðanlegt. Ég var bara ekki góð bíómynd, þannig sé, sko, þótt að ég horfði á hana alveg oft, sko. Og ég horf alltaf á hana, sko, til dæmis þegar ég er búin að hlusta mikið á Biggie síðustu dag, bara, ég er að tjekka myndin, hún er ábyggilega ekki jafn slæm og hún var í minningunni, skilu. Svo tjekkaði hana bara, já, ok, hún er það fucking leðileg maður. En sástu 50 myndina? Getur Richard Dye Dreying? Já, sá hana. Hvernig varst það hún? Mér fannst þú, ég er náttúrulega held ég úlningur þegar ég sá hana fyrst. Ég fannst þú trillt þá. Svo horfði ég á hana þegar hún datt inn á Netflix fyrir stuttu. Horfði á hana aftur og ég geri mér alveg grein fyrir þetta er bíómynd, þú veist, þetta er svona, þetta er ekkit sagan hans, skilju. Þetta er bara svolítið eins og 8 Mile, bara svona aðeins byggt lauslega á sögunni, sko. En mér fannst hún bara eldast mjög vel og mér finnst hún mjög góð og mér finnst líka bara 50 ágætis leikari. Hvernig fílar hann sem rappara og sem leikara og greinlega fílar hann sem leikara? Hvernig er hann sem rappari? Mér finnst það mjög góður, sko. Er hann talinn góður rappari? Já, hann er svona, þú veist, fólk annarkvort hatar hann eða fílar hann, sko. Og ég hef alveg sjálfur verið á þeim stað að ég er ekki að fíla hann rosalega mikið en síðan einhvern veginn þegar ég leggst yfir hann og ég horfa á allt sem hann hefur gert, hlust á textana og bítinn og svona og fer aðeins dýbra inn í þetta þá er hann trilltur, sko. Ég er
Ég fíla hann. Eða þú veist, mér finnst þetta alveg cool gæi. Hann er fucking cool. Hann er fucking skotið 9 sinnum, einu sinni í kjaftin og hann er rappari. Og hann er alltaf fucking massaði líka. Fucking myndalögum með hvítustu tennu sem ég sé, skilur, fucking ríkur. Já. Kom bara úr einhverju ströggli úr Queens í New York, skilur. Og ég fíla einhvern veginn, að ég sagði, ég er ekki mikið kannski inn í rap heiminum, en eins og Eminem þekki ég náttúrulega og 50 Cent. Og svo þeirra samband. Já. Og Dr. Dre líka hafði svolítið inn í þessu. Finnst það bara eitthvað cool við þetta? Já, mér líka. Og er það ekki rétt sem Eminem hjálpaði hann ekki svolítið 50 að koma aftur inn í senuna eða eitthvað svolítið, eða? Sko, eins og ég skilit og þá er það svolítið eins og Eminem hafi uppgötað hann og Dr. Dre staði svolítið á bakvið hann, sko. Ég held að hann hafi verið sænaður fyrst hjá Eminem sem var með eitthvað label eða eitthvað álíka, sko. Ég gæti verið að tala steypu, sko. Ég held þessi rétt hjá þér. En mér finnst alltaf eins og enn þetta í dag, þetta er alveg mörg ár síðan þeir slóðu báðir í gegn. Mér finnst samt eins og 50 mun aldrei gleyma þessu. Skilur, hann ber svo mikla virðingu fyrst mér fyrir Eminem. Já. Og það er eins og þeir verið bara bræður að eilífu, sko. Það eru náttúrulega allir rappara sem bera bara 100% virðingu fyrir Eminem. Já, eða það? Já, þú veist, eins mikið og ég hlusta ofta ekkert á mainstream rap, þá er hann einhvern veginn, þú veist, að ég veit ekki, hann er líka akkurat á mínum tíma þegar ég er úlingur, sko, svona 12 ára, sko, en þú veist, bara einhvern veginn, allt við hann, þú veist, textanir hans eru bara fucking geðveikir, skilju, hvernig hann setur þetta allt saman upp, skilju, orðaleginir hans, raddbeitingin og röddin sjálf er trillt, sko, flæðið er náttúrulega eitthvað flæði sem að hafið bara ekki verið heyrt áður, skilju, þetta var eitthvað svo beinskeitt og bara svona alveg on point, skilju, þú veist, þetta hafi ekki verið eitthvað svona tongue twist, hratt flow, skilju, en það var þetta einhvern veginn bara, það var eitthvað svo nýtt og fest og hérna á endan dag í dag hlusta ég á gömlu lögin hans og ég bara fattast stundum ekki hvernig hann fyrir að þessu, sko, eða fór að þessu. Og þú veist, og ofan á allt það var hann bara hvít white dress í Detroit, ekki einu sinni í New York, sko, eða þeim stöðum, sko. Nei, það er alveg valið, ég maður þegar hann sló í gegn, að ég tengi frekar rappið einhverja svartamenn, skilur við, að það rappið sem ég heyrði þegar ég var yngri, það voru oftast svarti menn. Já, það kemur bara úr svartri menningu, skilur við. Já, rappið, og þetta hip-hop dæmi. Svo þegar ég sé hann, ég bara byrja, hvað gaur er þetta, eitthvað hvít gæi, ljósherður, mér fannst það bara svo skrítið. Já. En hann var með eitthvað svona ákveðið, bara svona look og ákveðið sound. Já. Mér fannst þetta virkaði allavega nýtt fyrir mér, sko, á sínum tíma. Já, bara með allan pakkan, maður. Já. En 8 Mile og Get Rich or Die Trying, ef þú þyrftir að velja betri mynd. 8 Mile, hún er á listanum mínu, sko. Já, hún er heldur góð. Næst, sko. Já. Hún er mjög góð, sko. Þú veist, ég sett hana aðalega á lista og ég gerum alveg grein fyrir það sem bíómynd er þetta kannski ekki besta bíómynd í heimi, sko. Hún er rosalega einhvern veginn svona svolítið flöt bara og það er ekkert mikið að gerast í myndinni þannig sé, sko, og þú veist, hann er ekkert eitthvað besti leikari í heimi heldur þótt að sé góður. Þá er einhvern veginn, þú veist, hún hafði einhvern veginn bara svo sjúk, eins og ég var að segja þér á hann, ég var eitthvað að skrifa rappteksta um einhverja gauðra sem voru að búlja mig, skilju, eitthvað, rappa fyrir fram að speilin. Þessi mynd hafði svo ógeðislega mikil áhrif á líf mitt, það er, þú veist, ég varð að setja hann á listan, sko. Og þú veist, öll böklin í myndinni, sko, ég kann þau öll enda utan af. Já, það, ertu búin að sjá hann svona oft? Ég segja það, ok, ég skal bara segja það. Ég átti PC-12 þegar hún kom út. Hún var aldrei nettengt. Þannig, þú veist, og fyrst þegar bíómyndir voru komið tölvur og svona, sko, þá fór ég einhvern tíma með CD til vina minn sem átti þessa bíómynd í tölvunni. Bara um að setja og CD, skilur, svo ég geti farið með myndina heim í tölvunni og horta á hana þar. Hann setur hann inn og ég fer með hana heim, setur hann í tölvuna, en þá myrkar myndin sjálf ekki bara hljóðið. Þannig ég skal segja það að ég satt bara kvöld eftir kvöld, hlusta á byrjun á myndinni sem er Shook Ones með Mobb Deep, kunni allt versið utanaf, skilju, áður en ég heyrði allt lægi, skilju, að því ég var alltaf að hlusta á bíómyndina, svo hlustaði ég öll böllina og ég kunni öll utanaf, skilju. En ég var samt bara búin að sjá myndina einu sinni, en ég var alltaf að hlusta á hana, skilju. Þannig og var líka bara all samtölað, það var bara all myndin? Já, ég geti bara, þú veist, ég geti talað með myndinni bara í dag, sko. En er það ekki upp á myndi, bara yfir höfuð? Ef þú fyrir að eyðeyju og það er sagt við, hún taka meira eina mynd. Já, þá yrði það ábyggilega að vera hún að því að það er svo mikil tónlist í henni, skilur við. Já, einmitt. Og líka bara hún hafði svo greiðan áhrif á það. Já, jú, ábyggilega, sko.
ef þú ert að hlusta á myndina Já, ég hef ábyggilega ekki gert það við neina aðra, ég man ég gerði það með einn South Park þátt sem ég varst rosalega fyndin, sem ég átti í einhverju svipu sitti, skilur, ég fór að skrifa hann á einhver disk og segður svo virkaði ekki, skilur, ég gæti hlusta á byrjun og mér varst það mjög fyndi, sko, en ég hef aldrei gert það með bíómynd áður, sko. Nei, en líka við 8 Mile, það var alveg alvöru leikstur sem gerði hana. Ég veit ekki eins og hvaða leikstur það var. Nei, mér minnir lögreglan, hann heitir Curtis Hanson. Já. Sástu LA Confidential með Russell Crowe og Kevin Spacey? Nei, ég hef ekki séð hana. Ok, hún allavega fekk alveg fullt af velunum og ógeðslega vöndumynd. Já. Þetta er sami leikstjóri. Þannig að þetta var alveg alvöru hardcore kvikmynduleikstur sem gerði 8 Mile. Já, en það er líka bara Eminem að píka hana, skilur, hann er bara á toppinum, skilur. Já. Þannig að þú veist, þetta þurfti að vera eitthvað alvöru shit, sko. Og líka hitt ekki lagið Lose Yourself eða eitthvað slags. Jú, aðalagið það varð alveg hittari. Það bara, hann var að taka þetta á fokkin, hvað heitir, Óskarsverðlaun á hátíðin eða eitthvað bara fyrir stuttu, sko. Og tók hann þetta lag, sko. En það er satt ekki besta lagið sem fylgdi myndinu sem ég finnst, sko. Mér finnst 8 Mile Road vera bara sturlað fokkin lag. Var það sami sem sérstaklega, þessum lög, voru ekki sami sérstaklega myndina? Veistu það? Jú, sko, manstu eftir atriðinu þegar hann situr í fokkin strætónum og er með svona einhverja svona möppu þar sem hann skrifa svona textabrót og eitthvað í. Já, rámar, já. Þetta er 8 Mile Road lagi, sko, hann er að semja það í myndinni. Og það finnst mér eiginlega bara að vera bara eitt af bestu lögum hans líka, sko. Og það er einhvern veginn lag sem fór svona svolítið undir borðið, bara svona flaut að því að Lose Yourself var svo fokkin stórt, sko. Ég þarf að tjekka þessu aftur. Það er svolítið síðan sámyndina. Mæli með því. En ég man því sá hann í bíó, mér fannst hún heldur góð. Já, og svo er líka, þú veist, Proof sem er dáin í dag, sem var alltaf með Eminem, skilur, í D12 og það, sem var svona aðal rappgaurinn í underground senunni í Detroit þegar Eminem var bara nobody, skilur. Hann er þannig í fyrsta battlinu í myndinni, hann er þannig að battla Eminem, sko. Svo er DMX, Exhibit, hann er hann að þeir eru í röðinni, the lunch truck, skilur. Já, hann Exhibit sér mynd. Já, þá tekur hann og er eitthvað að battla hann líka, sko, þannig að það er mikið svona shit sem er skemmtilegt við myndina og líka fokkin leikonan hann að, hún er svo sæt maður. Var það Brittany Murphy? Ég er sem eitthvað að drepin. Já, alveg. Látið líta sem overdose eða eitthvað. Það er líka græðis, sorry. Ég ætla að laða sjónvarpið. Ég fæ mig vatna með hann. Ég held að það er Brittany Murphy. Já, ég held hún heiti það líka. Hún er dáin, ekki? Jú, hún leikur í hérna, hún er með svolítið svona sexy junkara útlit. Hún er svona, þú veist, brotin augu eitthvað svona, þú veist. Einmitt. Lítur út eins og hann átti svona svolítið brotna æsku, sko, sem gerir hann samt ógeðslega sæta, sko. Það er líka því að það gefur henni smá karakter. Já, nákvæmlega. Já, mér finnst það aðalandi. Já, fólki. Algjörlega, sko. Þetta sé ekki bara svona basic, plain. Hún er líka með þetta, hún hérna, þótt að það sé kannski akkurat andstæðan við það, hún er með svo mikið fokkin sjarmur og hún hérna, gellan með stóra munnin í Something About Mary. Hvað heitir hún? Cameron Diaz. Já, hún. Hún er með einhver svona sjarm. Hún er líka ekki með, þó hún sé falleg, þá er hún ekki með, finnst mér svona hefðbundið sæta stelpa útlitið, einhvern veginn. Það er eitthvað við hana. Já, það er eitthvað við hana, sko. Ég mynd horfða á þessu meira daginn, sko. Já, það. Já. Eldist hún vel eða? Hún gerir það. Já. Þokkalega. Hún er fyndin á köflum. En veistu hvað myndir mér finnst ekki eldast vel? Adam Sandler myndir. Bara enginn að þeim? Ekki eins og Happy Gilmore og... Nei, hvað minn alveg... Það ekki? Nei, maður, Waterboy, ég horfði sko, ég átti Waterboy á vídeospóli þegar ég var lítil, mér fannst þú svo fyndin. Svo er þetta bara, ég veit ekki, þetta er alveg glatað, sko. Og svo var ég að horfa, einhvern tíðan horfði ég á einhverja mynd, sko, setti vinu minn, Aggi mitt vinu minn, sko. Hann setti einhvern tíðan einhverja Adam Sandler mynd á, og þá er hann eitthvað, hann er að leika einhvern gaur sem átti eiginkonu eða eitthvað sem drapst eða eitthvað. Hann er alltaf með giftingarhringin á sér, sko. Fyrir alltaf á barinn með giftingarhringin og hann er alltaf að höstla út á giftingarhringina því hann segir alltaf sömu söguna að kona sín sé dáin. Og mér fannst að sanna það svo mikið. Þetta var svo mikið drasl sögutráður.
að þú getur bara búið til hvaða sorp sem en ef þú setur ákveðna leikar eins og Adam Sandler inn í þetta, eða þú veist eins og nýlega Will Ferrell, þá einhvern veginn selur þetta, sko. En fílar bara ekki Adam Sandler yfir höfuð? Fannst það næðislegur í gamla daga? Mér fannst það næðislegur í gamla daga og ég meina, þú veist, hann pottþétt bara góður leikari, sko, góður gaur, bara myndin hann sér skelfiðar. Það verður líka vant á svona nýlega, eitthvað svona metnað. Það reynda að leki í Uncut Gems, ég veit ekki hvort þú sást hana nýlega. Nei, hún fekk alveg velun og hann fekk svo mikið lof fyrir þá mynd. Það er ekki grímmynd. Nú, ok. Það er bara svona Er hún á Netflix? Hún er góð á Netflix, já. Ok, ég ætla kannski að tjekka á henni. Þar er hann alveg að leika. Já. Hann leikur eitthvað svona gæja sem er eitthvað svona gambling fíkill og eitthvað. Já. Og þetta er ekki grín. Nei. Það er gaman að sjá þegar góði grínleikarar oft mjög góðu dramaleikarar líka. Já, það er alveg eins og með Jim Carrey og Number 23. Hvernig fannst þér hún? Mér finnst það geðveik, maður. Mér finnst þú svo vanmetin. Er það? Hún er vanmetin. Mér finnst fullt af fólki að hún er drasl. Í alvöru? Mér finnst hún heldur skemmtileg. Já, allir sem ég hef talað við þessa mynd fíluna, sko. Bara gott tvist, hann var góður í henni. Já. Spennandi, áhugaverð. Algjörlega, sko. Ég man að hún fekk ekki svakalega góða dóma. Ekki? Nei. Number 23. Ég var náttúrulega svolítið ungur þegar hún kom út, sko. Ég var lítið að fylgjast með því. En ég man að hún var bara heldur góða. Já. Hvað ertu meira á listanum? 1917. Ok. Það er myndinni með þegar ég var að tala í kíló. Já, tölum aðeins hana. Hvað, hún er líka það nýleg? Já, ég ég fer á hana 2 svar í bíó. Ok. Í annars skipti náði ég bara þurfti að fara í hlé, sko, og kom svolítið upp á, þannig ég þurfti að fara. Og hún var alveg, þú veist, ég var bara með kýtlaða svo mikið til að sjá restina, sko, ég fór bara og keypti hana með það, skilur, og skellti mér aftur á hana. Og mér finnst þetta bara að vera eitt stórt listaverk. Okay. Allt við myndina einhvern veginn. Ja. Og mér finnst þetta líka svo 2 óþekktir leikarar með, sko, bara geðveitt flottan leik, sko. Sérstaklega gaurinn sem lifir af, sko, sem kemstu hana út alla myndina, sko. Þú veist, hvernig hún er tekin upp, skilur, finnst mér bara, þú veist, þetta er bara list, skilur, að ná þessu bara. Þótt ég gerir mér alveg grein fyrir að þeir voru ekki með myndavælinn í gangi bara í 2,5 tíma, skilur. Nei, þeir triksana, skilur. Þeir eru sniðir. Já, það er líka listin við það, skilur. Svo er lag í myndinni. Við það er. Er það lag sem er í lokin, eða? Þetta er lag. Það er nýbúið að elda hana af einhverjum þjóðverjum, sko. Hann stekkur út í einhverja á. Já. Lifir það af, skríður úr ánni, lappar inn í einhvern skó. Já, það sem þeir eru að syngja. Já, I am a poor wayfaring stranger, heitir lagið. Ok. Ég er búin að setja á playlist af allt, sko. Og það atriði einhvern veginn, þegar situr hann bara svona búin á því og hlusta á einhvern gelding þannig upp á, þú veist, upp að trénu að syngja þetta, sko. Svo fallegt lag líka og þegar þú hlustar á textan, þú veist, ég er búin að stúdera þetta lag allt, skilju, fekk náttúrulega þrá ekki fyrir myndinni eftir hana. Já, þá er þetta einhvern veginn, þú veist, þetta er sturla, sko. Já, það er eitt kall að syngja, mér myndi að þeir eru margir að syngja í lógin. Nei, það er þeir voru að hlusta, á hópramönnum að hlusta á sönguna. Já, sítall og það er akkurat sveitin sem að var að reyna að ná til, skilju. En hann er bara eitthvað svo andlega búinn að hann getur nær ekki að tala við neinnana. Hvernig fílar stríðsmyndir yfir höfuð? Það er verð að vera, þú veist, ég fíla bara alla myndir, en það verða bara að vera góða, ég fíla bara góða myndir eru góða myndir, alveg sama hvernig myndir það eru, skilju. Þú veist, ég meika samt ekki svona nýlegar Hollywood gamanmyndir. Þetta er alltaf sama helvítis ruglið, maður. Þetta er alltaf einhver sikkort lið, þú veist, rómantíska gamanmyndir. Ég skal bara segja þér bara standardinn fyrir ameríska rómantíska gamanmynd. Það er bara eitthvað fólk, skilju, einhver gaur og einhver gjalla, þau þekkjast ekki neitt og þú veist, það eru kljástu einhverju hluti í lífinu, svo kynnast þau eitthvað svona, kannski fíl ekki hvort annað fyrst, skilju, og svona, síðan hittast þau aftur og svo kemur eitthvað svona atrið sem er svona bara svona sketsatrið, skilju, þess að þau eru að lifa svona lífinu bara eitthvað svona, þú veist, að hjálpa hvort öðru eitthvað svona, og er eitthvað svona lag undir og eitthvað svona. Allir var happy. Já, og svo, þú veist, eftir það atrið, þá eitthvað svona gerist eitthvað, sko, kemur eitthvað svona upp á, sko, og þau splittast, sko, og hérna sem er yfirleitt bara eitthvað svona kjaftaði sem að geti list með orðum á nú leikni, skilju, en þau hætta saman, þú veist,
og eitthvað svona, og hann fer aftur til vina síns eða eitthvað, og hún eitthvað til vinkonu sinnar eitthvað, og það eitthvað svona atrið af þeim, eitthvað svona að vera að stara á hafið eða eitthvað, og svo byrjaði aftur saman í hendan. Og finnst þetta ekki spennandi? Ég er bara glata og mér finnst það bara, þú veist, hvernig þið setja líka upp húmorinn í svona myndum er bara ömulegt, þetta er bara allt eitthvað svona vandræðileg samtöl, eins og hérna Horrible Bosses myndin, þetta er bara skelfilegt. Ég sá bara fyrst. Ég stend upp ándjóks og ég er bara pirraður, skilur við. Já, það þú nennir ekki að horfa svona myndir? Nei, alls ekki, sko. En þannig að þú fyrir á 1917, fórst á hana tvisar bíó, svo er það ekki? Jú, já. Svo horfði ég á hana daginn, hana Plex eða einhver álíka. Já, og hún bara talaði svona sterkt til því? Ég gerði það ekki við alla, skilur við. Fekk hún Óskarsverðlaun? Fyrir kvikmyndutöku minni mig. Bara það? Já, Parasite sem fekk besta myndin. Já. Ég verði að viðurkenna það. Ég ætla ekki að vera eitthvað langt að rant núna, af því ég hef talað með smyndu á þér. Ég var ekki hrifinn. Ok. Ég var ekki svakalega hrifinn. Af hverju? Af því mér fannst vant eitthvað svona persónu sköpun. Ég vissi ekki hvað gaurur þetta voru. Nei. Skilurðu? Og hún virkaði bara ekki fyrir mig. Og líka þú ætlar að hafa mynd sem er tekin upp svona í einn töku. Já. Mér finnst það alveg töff stundum, ef með eitt atrið sem er þannig, en að gera heila mynd þannig. Já. Mér finnst það hefta svo sögun og kvikmyndagerðarmennina. Já. En þetta er bara minn smekkur. Ég myndi aldrei setja á léleg mynd. Nei, ég skil þig, sko. Af því ég á eitt félag minn fór á hana, hann hringdi mig og sagði bara, hauðst það, ég helst besta mynd sem ég séð. Já. Hann elskar stríðsmyndir. Já. Ég skil alveg. Já. Þetta var ekki fyrir mig. Ég er meira fyrir að vera góða stríðsmyndir. Ég fíla að segja Private Ryan betur til dæmis. Já, ég var eftir að klára hana að vísu, sko. Ég byrjaði á einhvern tíðan og svo kom eitthvað upp og ég gæti ekki... Fannst þú þá leiðileg? Nei, mér fannst það bara allt í lagi, sko. Okay. Svo er önnur stríðsmynd sem heitir þetta Platoon. Platoon, já. Með Charlie Sheen og þessum görum. Gömulmynd. Hún er sturluð, sko. Já, fannst þú góða? Já, Pearl Harbor líka geðið. Veistu það, ég hef eftir að sjá hana. Platoon? Nei, Pearl Harbor. Í alvöru? Er ekki þannig með Ben Affleck? Jú. Ég hef eftir að sjá hana. Já, hún er mjög góð, sko. En það er svona eitthvað Rómó. Já, sko, fyrri parturinn af myndinni er eiginlega bara eitthvað svona tilfinningarung. Svo kemur bara, þú veist, bara feitt aksjón hana síðasta klukkutíman eða eitthvað. En hún er mjög góð, sko. En að því hún tala eitthvað svona romantíska myndir og svona. Hvernig fannst þið Titanic? Hún lítur á að séð hana. Hún er á listanum mínum. Hún er á listanum? Ok, förum að sé hana. Já, ok. Hvernig varst að fíla hana? Sko, ég man þegar hún kom út, þá hataði hana. Ok, varstu of harður? Já, ég var náttúrulega bara krakki og alla stelpur voru grátandi yfir þessu, sko. Þannig að þetta var ekki töff, sko. Og ég hataði líka leikaran, Leonardo DiCaprio, sem ég veist bara eiginlega besti leikari heims í dag, sko. Hann er rosalega. Svo man ég ekki hvenær ég horfa á hann alla. Þú veist, þessi mynd er náttúrulega bara búin að fylgja manni síðan maður var bara í grunnskóla, sko. Já. Og hún er einhvern veginn, þú veist, ég veit það ekki. Sagan er náttúrulega klikkuð, bara einhver svona gömul kona sem þekkir eitthvað, hvað var það, hálsmenn eða eitthvað. Já, var að vinna sér hálsmenn. Og var að segja þeim þess að sögu þannig og þú veist. Þegar hún var ung kona. Já, og svona fátakur gaur sem, já, og maður tengir alveg við, sko, og svona ríkt fólk og svona sitt, sko. Þannig hérna, svo er hún líka bara fokkin sorgleg, sko. Hún er það. Og ég var að horfa á hana bara með kærastunum minni bara fyrir svona 3 árum eða eitthvað. Já. Þau voru búin að eigna spannið okkur, ég var eitt annað bann fyrir líka, sko. Já. Og það er atriðið þannig að það sem að hérna skipið er að sökkva, sko. Og það er mamma að svæfa börni sín. Hún er að lesa fyrir þau bókinu, það byrjaði svona aðeins að flæða inn í herbyggið. Ég man eftir þessu. Já, en hún er svona að lesa bókinu og vonast til að börni sofni áður en að skipið bara áður en þau deyja bara. Það er ruglað, sko. Já. Líka bara, þú veist, tæknibrelluna í myndinu og allt, sko. Já. Ég myndi að hafa verið að það. Þetta er bara fucked up, sko. Þetta er rosalegt. Og bara mannfallið. Já, hvað dóu margir, veistu það? Nei, hann var slatti. Já. Druknuðu bara. Já. Þetta er ekkert heitt vatn, sko. Nei, maður sá það ekki í lokin. Þegar hún er á prammanum hann, eða hurðin eða hvað það var, einhvern spýtu. En þá ætti ég að spyrja líka. Fannst þér ekki vera pláss fyrir hann líka? Ég var akkurat að pæla í þessu. Það var einhver að posta þessu. Já. Varst það þú? Nei, það var ekki. Ég sá þetta bara um daginn og ég byrjaði að hugsa bara, já, djús, fokkin eiginni. Ríka stelpan bara, fátt ekki gaunin í vatninu. Hann getur fokkað sér. Já. Af því ég vil meina það hafa alveg pláss
og fólk búið að posta eitthvað svona memes á netinu þar sem að sína hvernig Rose, konan, hefði getað lagað sig, aðlaga sig að flekanum, þá hefði verið pláss fyrir DiCaprio. En hann bara frýst við dauða. Mér minni það, frýst hann ekki við dauða? Sko. Hún hann með flautun í kjaftinum eitthvað. En svo sá ég líka svolítið skemmtilegt á YouTube, ég sá hérna Titanic 2 trailer. Það var svona heimatilbúin bara eða svona, þú veist, eitthvað djók svona tekið svona alls konar klippur úr bara öðrum bíómyndum með þeim tveim þar sem að hann eitthvað svona snýr tilbaka dó ekki alveg sko snýr tilbaka, ég man ekki alveg þau eitthvað saman eða eitthvað Jack Returns eða eitthvað Titanic 2 En ég fékk til minn gest þetta Erna og áttu mjög skemmtileg spjall hún var að tala um Titanic, hún elskaði DiCaprio og hún var svo fúl hún vildi ekkert um þetta deyja, hún vildi Titanic 2, hún vildi fá að sjá börnið þeirra, hún vildi sjá þau vera. Já, ég sá klippina þegar hún var að segja. Já. Þannig að þú ert að tala, ég þarf að sýna hennar trailer. Já, ég skal senda hann einhvern tíðan á þér, sko. Hann er ekkert voðalega velgerður, sko. Ég var eitthvað að reyna að plata kærustuna mína, sko, því hún var svo auðtrúa. Ég kunne tjekka á sig, ég er að gera Titanic 2, eitthvað. Svo er ég að reyna að taka hann upp, sko. Ég held ég hafi fokkað því upp að því hún sá mig vera að taka sig upp, sko. Já, sjá við að trúa þessu, sko. Taka viðbrunar. Já. En svo líka, ef þið gera framhald þessar myndi hún heita Titanic. Skipið svo ekki. En þú veist, hvað myndi gerast? Þú veist, þau væri bara í einhverju áfallið hana fyrstu árin eftir þú væri kannski að vinna út úr því eða eitthvað bara hjá sálfræðingum og svona já, þau væri náttúrulega bara fátaka því að hún fer úr fjölskyldunni hann mögulega myndi þróa með sér alkoholisma og ofbeldisneið, skilur það er ekki eitthvað falleg saga alveg hræðileg saga eins og það sagði að kallmenn töluðu ekki tilfinningarna sínar þeir börðu konuna sínar og drukku áfengi til að díla þeirra á þessum tíma þannig að það yrði Titanic 2 Jep og gæði dark mynd fyrstu það var bara eins og hérna hefur ekki séð nýsjálfensku myndina Warrior Once Were Warriors Jú. Já, hún var bara hún er góð maður hún er fucking geðvik hún er góð hún er líka það alveg svona hrámynd já, hún er mjög hrá já, fokk hann er góð maður og hann er líka svo harður í þessum ég er bara hann er svo ógeðslega fokking góð hann næri sér heift og þessari beiskju einhvern veginn og gremmi svo ógeðslega vel já ég sá þið vera að tala ég held að það hafi verið í þættinum með þér þar sem við vorum að tala um Kylo Ren eða ekki, Star Wars jú, hugleikur var að tala já. Mér fannst það líka sko hann næri þessari reiði og þessari heift rosalega vel þótt hann líti bara út eins og bara mesta brókaða nörd veraldar þá einhvern veginn þá hann fer í hann hamskilu maður trúir því algjörlega sko hann er svo góður leikari hann er það, ég veist ekki hverju þetta er sko ég hef síðan öðrum bíómyndum þetta er svaka leikari þannig að það sé að leiki Star Wars og Star Wars er eitthvað svona meira léttmyndi þá er hann bara svo góður og ég er sammálaður og hugleikur hann til að tala um það hann næri einhvern veginn að skila þessu þessari heift og hann er pirraður og reiður en svona alvöru heift og reiði og þess að tala um Once Were Warriors ég hef sjaldan séð það einhvern veginn eins skýrt og vel gert fyrir leikara eins og honum í þeirri mynd fyrsta atriði þegar hann lemur konuna sína þegar hann er hann að kastar eggjunum í gólfið að því að það var einhver fyllibita sem vildi að hann myndi elda fyrir sig eitthvað álíka og byrjar að kasta þeim í gólfið og öskra á manni sinn að því að maður skilur hana líka bara 100% sko skilur hana náttúrulega bara meira skilur að því að hún er ekki að berja hann og hann var líka eitthvað svona slagsmála hundur já, hann var bara hvað var hann að kalla þér? Jake the Muss já, Jake the Muss já, hann stútaði henni sko shit þetta var grófmynd já, þetta er akkurat svona mynd þú veist að atriðið er að koma og þið kvíður svona smá fyrir því veit það, þetta er líka svo vel leikið já og þegar hún er eitthvað svona flottur leikar eins og í þessar mynd veist, maður er alveg bara svona ég er alveg stund með í maganum ekki gera þetta maður skilurðu. Þetta er líka, þú veist þetta er raunveruleiki þetta er raunveruleiki og eins mikið og ég er gaman að einhverju sem er óraunverulegt einhverju svona ævintýra sittir, skilur þá hef ég líka mjög gaman að einhverju svona raunveruleika sko. Inn á milli? Já. Fá eitthvað svona blákaldan raunveruleika? Það eru 3 þættir til dæmis sem eru mikið uppáhaldi hjá mér það er Sopranos sammála, elska það er bara, og fokkin leikarinn man ekki hvað hann heitir James Gandolfini já, Slick Tony bætunum hérna á mig sko, þetta ekki fyrir
Hann er svo sturlaður í þessu þáttum. Þetta er besti karakter ever í sjónvarpi. Já, ég er alveg sammálaður. Bara allir taktanir einhvern veginn og þú veist, bara já. Þið finnst það ekki fyrir að leika? Nei, þetta er bara... Hann er bara Tony. Já, þetta er bara hann, skilur. Og svo þegar maður sér hann að tala um einhvern svona velunaháttíðum, eitthvað svona, mann finnst það eiginlega bara stygt. Já. Þú veist, bara eins og að það sé einhver sál búin að stela þessu líkamann. Það er svo það sé feik. Já, nákvæmlega. Hann leikur þetta það vel. Já. Já, ok, það eru þættir sem ég veist geðveikir. Já. Þeir eru svolítið raunveruleiki, en samt alveg svolítið Hollywood í þessu, skilur við. Það er líka sem, það er mikil húmor í þeim. Þeir eru finnar á köflum. Já, þeir eru mjög finnar á köflum. Svo er Breaking Bad. Geggjaðir. Hvernig finnst þið þeir? Geggjaðir. Ef þú myndir, þú veist, það eru bara top 5 með eitthvað. Já, þeir komast top 5. En upp á stættir minn bara byrjun, allan tíma. Má ég giska? The Wire. Nei, Sopranos. Aha. Já, en Wire kemst samt á top 5 líka. Ég hef ekki séð þá alla, sko. En Sopranos er nummer 1 hjá mér, sko. En hvernig finnst þið Game of Thrones? Ég verð að segja að mér finnst þér geðveikir, en mér fannst síðasta serían ekki alveg nóg góð. Nei. Og ég var svo miklu vonbrigði með hana. Já. En á heildan litið er þetta svakalt afrek, sko. Já, algjörlega. Þú veist, ef þeir hefðu ekki fokkað þessari síðustu seríu svona upp, þá væri þetta ábyggilega top 2 hjá mér, sko. Já. Eða ég vil bara efst á lista, sko. Ég er bara að sagði því, þegar við búum ykkur á 5 seríur, ég hugsaði mér, ok, ef þeir ná að lendi þessu, ef þeir ná lendingunni, þá held ég þetta að fara nummer 1 hjá mér. Já. Ég er mjög mikið sammálaðir, sko. Já. En þeir fannst þér detta niður í lokin. Þeir bara krössuð. Bara, þú veist, hvað hét hjólastólagurinn? Bran the Broken. Já. Strákurinn. Átti hann að vera einhver konungur. Þetta var bara mest að tuska veraldar, skilur. En hann var góður maður, var það ekki? Ég held ekki. Það var alltaf eitthvað perralegur. Fannst þér að vera perralegur? Ég var alltaf eitthvað lúka á hann maður. En fannstu það? Manstu þú horfður á Game of Thrones síðan svona? Varstu bara eitthvað tjöfis vonbrigði? Fannst þú finna bara fyrir miklu vonbrigði? Ég manna ekki, sko, fyrstu 2 þættinir, þá var ég alveg, þú veist, ok, þeir verða eitthvað að gera í þessu, skilju, að því þetta er síðasta serían og ég vissi að það var bara viss margir þættir eftir, sko, þetta voru, hvað var þetta, 6 þættir í heldina? Það voru bara stutt, var þetta ekki bara, 6-7 þættir eða eitthvað? Ég vissi hvað átt að vera margir, sko, svo var ekkert einhvern veginn búið að skeiðan á fyrstu 2 þættina, svo kom 3. þáttinu þegar þeir drápuð hana The Ice King, eða hvað hann hét hana? Night King. Já, White Walker, hana. White Walkerinn, já. Mér var þáttur mjög góður fyrir utan að hvernig þið drápan, sko. Þessi litla stelpa drápan. Mér varst það eitthvað að vera svo, þú veist. Það varst ekki passa? Nei, mér varst það eiginlega einum á Hollywoodlegt, sko. Þú veist, það hefði alveg verið, ég veit það ekki. Ég vil ekki hljóma eins og einhver kallremba. Þú er frekar vel að Jon Snow hefði barast við það? Já, og svo fannst mér að fara svo fokkin illa með það hlutverk. Jon fucking Snow, aðal gaurinn, skilur, sem var bara nobody, eða þú veist, næstu í nobody, þannig að ég byrjum þáttana, sem var síðan bara, þú veist, hann var bara aðal gaurinn, skilur, og hann átti rétt á öllu konungsríkinu. Hvað gerðu þeir við hann? Spörkuðu honum aftur yfir vegginn í einhverja útlegð, að því raun og veru bjargaðan deginu. Hann draf gæluna sem var búin að missa viti, sem var einhver frænka sem var búin að ríða það. Og þeir sparkunum bara yfir vegginn, skilur. Og hann er hann í síðasta þættinum eitthvað, þú veist, að fara með einhverjum báti þannig að sendir í einhverja útleið, skilur, og svo kemur hjólastóla bróðirinn og hann á að vera fokkin kóngurinn. Ég var reiður. Þú varst perraður? Já, en þú veist, ég heyrði þá sögu að þeir væri að drífa sér svo mikið að þessu, þessir höfundar, að því þeir voru að drífa sér svo mikið að gera Mandalorian. Nei, þeir eru ekki að gera Mandalorian. Nei, ok. Þeir ætla að fara að gera Star Wars myndir. Já, ok. Þeir ætla að gera tilhildsu þar. Já, það er kannski eitthvað miskilið. Veistu hvað, ég held að við klekaði með Game of Thrones. Hvað? Það sem ég held að við gerst er að þeir eru bara þreyttir, vil bara klára þetta. Ég las viðtal við þá, þeir voru búin með eitthvað 4-5 seríur í Game of Thrones. Já. Og þeir voru spurðir, hvað ætlaði að gera þetta er búið? Og þeir sögðu báður, viljum að fara að sofa. Skilur, þetta er svo mikil vinna, þetta er svo mikil starf. Og þetta er svo, ég man ekki eftir annarri seríu, svona ongoing seríu, ekki míniseríu, heldur bara nokkra seríur sem er tekin upp í einhverjum 4 löndum. Já. Skilur, þetta var svo svakalegt framleiðslu dæmi á baku þetta. Já. Það sem ég held að við gerst, þeir voru bara þreyttir, en þeir voru með svo mikið stolt. Þeir hugsa með sér, við ætlum svona að klára þetta. Já. Þeir hefði átt að láta einhvern annan klára þetta. Já, þetta var illa farið með sko listaverk. Ég þekki strák sem var að vinna við þessa þætti hérna á Íslandi. Hann
og hékk bara með þessu liði daglega, þannig að þessum Jon Snow og þessu liði, sko. Já, og hvað sagði hann? Ertu með eitthvað juicy sögur? Já, ég ætla að vona að hann veri ekki pirraður en út í maður að ég segja papplengur. En ekki segja eitthvað þú mátt ekki segja. Nei, ég held að þetta hafi ekki verið trúnaði, allavega, bara sorry, elsku kallið minn. Hann sagði einhvern tíðan hafi þessi, sko, að því að Jon Snow byrjaði í alvörinni með þessari snjógælu hana. Hann byrjaði með rauðharðu. Já, þau byrjuðu saman í alvörinni. Ég held að þau séu með þess að saman í dag. Það getur verið, og eitthvað eitt kvöld þegar hann var hérna eða eitthvað álíka, þau fóru að rífast eða hún hringdi ekki í hann eða eitthvað og hann sagði sko, hann hafði lappað út á hótelherberginu og sagði I'm off tomorrow. Hann var svo sári yfir þessu öllu saman og það þurfti að það var eitthvað bara massíft vesen sko, að því að hann vildi bara ekki mæti í tökur að því að hann var eitthvað að rífast í konuna eða eitthvað sko. Já, þú meinar? Já, og svo sagði mér sko kvikmyndastjórn eða einhver aðalgaur þannig í þessu þáttum einhver höfundur eða eitthvað álíka skilur hann eða einhver tíðan sko eina nóttina þegar voru hjá Mývatni eða eitthvað þá hvernig var þetta aftur? Já, vinur mér var þess að sendur út kaupa eitthvað shit fyrir hann skilur einhver svona standardpakka sem þurft alltaf að vera til á staðnum sko fyrir hann að gaur sko hann var það mikilvægur og hann fyrir að kaupa hann að pakka skilur en það vantaði eitt í hann fokkaði hann upp, hann keypti ekki rétt tannkrem. Var þetta bara þannig vörur, þetta var ekki matur eða drykkir, þetta var svona... Já, kannski einhver svona snirtivörur og eitthvað svona shit sem þurfti bara alltaf að vera til stað. Og svo kemur aðstofa kona aðalgaursins og segir bara, hei, eitthvað þú bara fokkaði þessu upp, skilur, bara þú keyptir vitlaust tannkrem. Og hann hann nota bara þetta og hann bara, heyrðu, ef hann vill hitt tannkremið, þá ferð þú nú út og þú rettar hinn tannkreminu. Pældi rugli maður. Já, hann bara staftur á Mývatni eitthvað. Já, bara brunaði staði einhverju blindbilmaður, sér einhverja bensinstöðu eitthvað sem var bara í raun og veru íbúðarhús, hjá einhverju sveitalarf, skilur sem var að reka einhverja bensinstöðu og hann ferði hann í einhverju kvíðakast og bankar upp á húsinu sko, hann eitthvað dregur hann, hvert erindið? Og bara þurfti að útskýra þetta allt fyrir hann sko, hann fekk rétt á tannkremið. En pældi í því að vera svona manneskja, ef þú er leikari, frægur leikari, og leikur ykkur stórum þáttum, svo kemur hérna, ok, þetta er ekki nákvæmlega saman tangar og bastum, væri þeir ekki fucking sama? Já, bara klárlega, sko, en það gæti líka vel verið að þessum aðalgur hafi verið sama en aðstofa konan hafi bara verið að... Já, góð punktur. Það getur verið, sko. Hún bara með eitthvað svona ekstra metnað, sko. Já, það gæti verið. En mér finnst það, þegar maður heyrir svona sögur, eitthvað svona, með eitthvað söngkonu eða eitthvað stjörnu. Eitthvað sem þarf að vera til inn á hótelherbyggi. Já, alveg bara svona, það má ekki vera bara, ég er að taka bara eitthvað dæmi, það má ekki vera Gatorade bara úr höfuð, það þarf að vera blátt Gatorade. Já, blátt Gatorade. Það má alls ekki vera rautt. 2 kristalglös. Já, eitthvað svona þvílíkt nákvæmt. Annars fer hann ekki á svið. Já, og maður bara svona, hver heldur þú sért? Já, þetta verður svona overdegrað, sko. Þú veist, þetta fólk er ekkert merkilega við. Nei, alls ekki, sko. Skilurðu? Það er bara nýtt hæfileika sína eða þú veist, fengi betri tækifæri oft á tíðum, sko. Já, eins og það var eins og sálfræðingur sem sagði mig. Hún sagði, þetta er eins og svona fólk. Þetta er ekkert merkilega þú, þetta er bara annars stöð en þú. Já. Skilurðu? Já. Ég mitt, sko, fósturmamma mín, hún sagði þetta svolítið, hún svona innprentaði þetta svolítið í hausin á mér þegar ég var lítill, sko. Ég man þegar Rottweiler hundar slói í gegn. Já. Aldamótin eða eitthvað álíka og ég var bara 11-12 ára skilur og þeir voru náttúrulega bara guðir í mínum augum, bara lítill gutti sem bara fílaði íslenskt rapp, skilur, fyrsta íslenska rappið og mér fannst það bara sturlun, skilur. Hún innprentaði í hausin á mér, þetta væri bara venjulegi menn, skilur, og svona sétt og það var líka eitt, sko, ég meiri sér var að tala um þetta við Erpum daginn, sko, við vorum að hlæja þessu. Mér minnir hann að mér sér, já, allavega ég var að taka hérna, það var eitthvað skólaverkefni, sko, þar sem við áttum að ringja í einhvern og taka viðtal og það mátti vera fræg manneskja en þá þyrftu við að redda númerinu, sko. Vinu minn reddar númerinu hjá Erpi, Eyvinda sinni, Blas Rokka og við bara, þú veist, tökum bara fokkin viðtal við hann, maður, og við förum heim, skilur við, fósturmamma mín er svona rosalega svona, bein í nefinu, sko, lætur ekkert vaða yfir sig, sko, og henni leist ekkert eitthvað allt og vel á þetta, við vorum að fara að ringi eitthvað númer, skilur við eitthvað á einhverju fullorðnum einstakling og við vissum í raun og veru ekki hvort þetta væri númer hans, en hann svarar og við þurftum að hafa hann á spíkar svo hún geti heyrt, skilur við.
og við fyrir eitthvað að taka viðtal við hann og svo bara eitthvað, þú veist, í miðri viðtalið eitthvað og byrjar hann að rífa kjaftu okkur bara, þetta er ekkert fucking erpur maður, hver er það fucking maður, hverjir eru þið og svona, við eitthvað, hvað gera maður eitthvað og mamma víkur hann inn í eldhús, erpur minn, þetta eru 2 hérna grunnskólastrákar að taka við, þú viltu gjöra svo vel að svara spurningum, hann eitthvað, já, fyrir ekki Gott hjá henni. Já, en ég er að segja, mér er aldrei liðið illa á ævinni, sko. Það var svona tímabilinu þegar maður skammaði sín alltaf fyrir foreldra sína. Já, veit, það var ekki cool. Nei. En tók Erpur vel í það? Já, hann allavega kláraði viðtalið. Hann kláraði viðtalið? Ég gef hann props fyrir það? Já, algjörlega. En eins með þetta, Rottweiler, ok, þeir sláðu í gegn, þér veist þeir eru voða flottir. Já. Samt bara vennileg gaurar. Já. Þeir eru bara annari stöð en þú. Já. Þetta er áhugavert. Já. Hvað ætlum við meira á listanum? Já. Tjekkum að því. Svo er ég sækja hérna stelpuna minna í fokkin skólan eftir klukkutíma. Þetta er allar búið. Herru. Ok. Tekur að mynd sem við þurfum eiginlega ekkert mikið að ræða því hún hefur rætt svo oft Shawshank Redemption. Brjáleg mynd. Geðveik mynd. Fullkomin mynd. Já, eiginlega. Ég segi það. Já, hún er bara, já, svona fullkomna kvikmyndir. Ég meina þó, ég veit ekki til þetta í heiminu sem er fullkomið. En sem bíómynd. Já, hún kemst í næst. Hvað er alltaf að bæta hana? Já, já. Þú veist það, frábært tónlist, flott myndataka, geggjusaga, geggjað persónur, góður leikur, spennandi, fyndin, þú veist það er allt í henni. Já, líka bara einhvern veginn, hún kemur út á þessum tíma eitthvað svona, sem ég veist, kvikmyndir oft vera geggjar, þetta tímabil einhvern veginn svona. Já, líka bara, þegar hún kom in the 90s. Já, ég er að tala um það. 90s bíómyndir eru æðislega. Já, algjörlega. Herru, svo er ég með Goodfellas. Geggjumynd. Já, bara sturlu, sko. Þú veist. Ég get endast ást á hana. Já, svona vekur upp gamla krimman í manni, sko. Já. En þá þegar ég horfa á hann í dag, sko, mér langar bara að fara út og ræna fólk, sko. Svo ég að hlæja þessu. Já, blessa, veistu maður. Þú samt ekki að vera að gera það, hann að alltaf að hlæja þessu. Aldrei að vita. Nei, herru, Gladiator. Gekkju. Þetta eru svona rosalega basic myndir, sko. Ég meina, þú fílar þetta. Það er sem ég vil heyra. Svo eru hérna myndir sem heita Dagon. Þetta eru allt myndir hérna síðustu 3 ár sem eru kannski, já, bara svona myndir sem ég persónulega fíla mjög mikið og hef gaman af. Er þetta Dagon, er þetta svona skrimsla? Já, ég sjávar sitt, sko. Sá hana? Aha, já. Svolítið bímynda fyrir ykkur í þessu, sko. Já. Var hún skemmtileg samt? Mér minnir hún hafi verið svona ekki góð. Ég sá hana þegar ég var svolítið lítill, sko, þannig að mér fannst hún alveg sturluð, sko. Voru því eitthvað svona verur? Já, eitthvað svona sjáaverur, eitthvað svona bátur fyrir fokki á Spáni. Einmitt. Þeir ná að synda til lands eða eitthvað álíka og lenda þannig í einhverju sjáaþorpi þar sem þau tilbyða einhverju sjáardjöful sem heitir Dagon eða eitthvað. Einmitt. Taka svo hérna og stúta þeim, fórnaðin til djöful sem skilur við. Alveg rétt. Jú, ég sá hana sín tíma. Já, það er atriðið hana, sko, ég hafði aldrei séð jafn ógeðslegt atriðið bara á ævinni þegar ég horfði á hana. Ja. Þau skera allan hringinn hérna og svo rífaði höfulegrið af. Új, ég var ekki svona, því. Já, svolítið ógeðslegt, sko. Það er ógeðslegt. Já, satt svolítið eftir. Ég skiljanlega. Hvað ætlum meira, svona í lokin? Það eru Exorcist. Geggjuð. Geðveik. Hún líka, hún er svo gömul. Já, hún eldist bara, þú Já. veist, eins og fucking konjak, skilur við. Já. Ekki svo mjólk. Nei, hún eldist vel. Já. Hún er ennþá alveg ógeðsleg. Já, hún líka, þú veist, þeir endurgerðu myndina. Það er eitt atrið í endurgerðinni þar sem hún skríður niður stíðan eins og kónguló og ælir síðan blóði. Já. Það fokkar mér upp, sko. Já, fokkar upp af því að hún er svona kónguló. Það er eitthvað við og það er bara eitthvað við þessa mynd, þú veist. Hún er lægi líka. Hversu hún er? Hún er bara sturluð og svo líka, þú veist, bara eins og lægið. Já, lægið, já, tónlistin, já. Það fokkar mér svolítið upp, sko. Og líka bara eins og með stelpuna, það er líka krakki. Já. Ég held að hann hafi verið 12 ára eða eitthvað hún leikið í þessari mynd. Já. Og þetta make-up er ennþá ógeðslegt. Já. Augun og svona hvernig andlitið hennar er. Og það sem hún er að segja er ógeðslegt. Og á þessum tíma, það var enginn að gera svona mynd, maður. Nei, og líka, þú veist, já, og hryllingsmyndir á þessum tíma. Það voru ekkert svona góðar. Já, hún fór 73. 73? Já, 80s, þá koma svolítið svona slassermyndir einhverjar eða ekki. Já, jú, það er meira í 80s. Texas Chainsaw og einhverjar svona myndir, sko. Já, það eru samt ekki svona góðar. Nei. Það er líka einhvern veginn að þetta er svona djöfuldæmi og einhver særingamaður. Þetta er, og líka þetta er svona trú. Það er prestur, prestar og
þetta er djöfullin og guð og svona, þetta talar rosa sterkt til fólks, þetta er vel gert. Það, sko. Já, maður, svo er ein hérna sem ég horfði bara daginn og ég ákvaða að skella á listan. Hvað það meina? In the Mouth of Madness. Æðisleg. Veistu hvað það er? Já. Hún er til á YouTube, sko. Með Sam Neill? Já. Með svona æðisleg. Það er geðveik. Hún er skeri. Er það 90s mynd? Já. Early 90s? Já, og svona mid-90s. Já, þær myndir eru svolítið, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað tölvugjart shit. Nei. Þú sér það að þetta er til staðar, en þú veist, þetta er náttúrulega bara make-up og brúður og svona shit, sko, ég er meira gaman af því, sko. Ég líka, og flesti séu spurt út í það. Já. Það var meira gaman af því, af því það líka, það er raunverulega. Það er raunverulega, sko. Það ertu svona að taka eitthvað upp. Já. Þetta er á staðnum. Algjörlega. Þú veist, þetta er svo, þú veist, eins og fucking Hobbita-myndinar, orkanir og öll þessi stríð og svona, þú getur alveg verið að horfa á tölvuleik bara. Já, það er ekki spennandi. Já, og það tekur einhvern veginn alla sálina úr hlutunum. Já, í sammála. Hitt er meira svona tærara, svona meira pjúr. Já, það er sérstaklega eitt svona atriði, sko, sem ég hef heyrt marga tala um. Það er þegar að aðalgaurinn í fucking American Werewolf in London breytist í úlfinn í fyrsta skipti. Já. Manstu eftir því atriði? Já, það er frækt atriði. Já, það er hérna... Það er vel gert líka. Já, það er svolítið svona toppurinn í þeim atriðum, sko. Í sammála. Já. Líka bara að gera það þessum tíma, ég held að hún sé frá 81 eða eitthvað. Ég getur rétt ímyndaðir allar vinnuna sem fyrir í þetta. Já. Þótt ég efast ekki að þessi fokkin vinna við að gera þetta allt tölvugjart, sko. Já, auðvitað, það er líka mikil vinna og það er ákveðin listi því. En persónulega, ég er sammálaður, ég vil frekar hafa þetta make-up, brúður og eitthvað svona. Já. Og gerfi blóð, frekar tölvugjart blóð. Já. Þú er ekki tölvugjart blóð. Nei, svo getum við líka komið á aðra myndir sem heita Evil Dead. Æðislega. Já, geðveikar maður. Elskar. Og myndinar hérna eftir hann hérna, gaurinn sem gerir Lord of the Rings, Bad Taste og Brain Dead. Já, þú sást það? Já, ég á svo, þú veist, bróðið minn sem er árið eldri, hann er algjörst svona bímynda nörd, sko, og allt ég hef haft tétiska safni sem hann átti var bara, þú veist, það er eins og hann sé eitthvað geðveikur þegar kemur á sumum hlutum, sko, svo safnaði alveitar, það bara, þú veist, þetta held ykkur lífan, sko, þannig allt herbyggið hans var bara stút fullt af einhverjum svona bímyndum sem maður gæti alltaf sótt í og hann eitthvað svona fræðamann þetta, sko. Þú veist, og ef ég ætti hann ekki, þá myndi ég ekki vita helmingin af þessu sýtti sem ég veit bíómyndir og jafnvel tónlist og allavega að því að hann er svo mikið þrá ekki bolti og veit svo mikið hluti, sko. Það er ekki ekki? Já, hann er svolítið orðabók, eða svona bóki minn þegar kemur á vissum hlutum, sko. Var það hann sem sýndir það Bad Taste og Brain Dead? Já. Mér finnst það æðislega. Og Dagon. Já, Exorcist, allar þessar myndir, eiginlega bara, þú veist. Það fór mjög gaman að fá það í dag. Já, gaman að koma, maður. Það ekki? Jú. Er eitthvað svo að segja lokum? Lokaorð? Kemur eitthvað svona visku núna? Engi viska hjá mér, sko. Engi viska? Ég ætla ekki að rústa lífinu hjá einhverjum minna. Það er takk fyrir að koma. Já, takk sem leiðis. Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttu minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka